5, 4, 3, 2, 1. Litla ananmaður Mundi, góða strákur Góða kvöldið gott fólk og verið velkomin með okkur hér í Arena Gaming í Kópavogi, heimavöllur rafíþrótta á Íslandi. Markus heiti ég, a.k.a. Fenrir eins og þið flest öll þekki mig og með mér er Egillari, a.k.a. Egillari, Spegillari, Ígor. Hvað segir viljið kalla hann? Verður blessaður Egill? Blessaður. Hvað segirðu? Hvernig leggst þið í þig? Þetta er geggjað. Er það ekki? Ég er ready í kvöldið. Já, það eru hérna tvær mjög spennandi viðureignir framöndan hjá okkur. Við erum fyrst með djákna á móti Hrútum Akademíunni og síðan seinna í kvöld verðum við með stórleik mótsins, tvö bestu lið landsins að keppa Böðlar á móti Atgerum. Ekki rétt. Við meðum búast við veislu í kvöldið ekki? Jú, ég held það. Ég fór svona að hugsa þetta svolítið svona á leiðinu upp yfir að erum við að fara að fá 5 appa leik? Já, ég vona það, innilega. Já. Það verið geggjað. Ég líka. Því lengri leik og því meira spennandi leikur, því sáttar er ég. Já. Ég held að séu margir sammála því. En næsti leikur hjá okkur allavega verður þá djáknar á móti Hrútum Akademíunni. Þetta eru sérst lið sem eru að mér skilst í opnudeild 2, Já. það ekki? Þetta eru sérst lið í riðli með Musteri Akademíunni, Fylki Kartöflum og 5. liðið. Það er spurning hvað það er. Allavega, en við vitum það fyrir víst að Musteri Akademíunni og Fylki Kartöflur eru komin upp úr riðlinum og í úrslitakeppnina. Ekki rétt. Þannig að þessi tvö lið í kvöld, djáknar á móti Hrútum Akademíunni, eru að fara að keppa upp á þetta þriðja sæti. Já. Sem er náttúrulega ákveðin heiður eitt og sér að ná þriðja sætinu. En í deild 2 eru þess að ég segi Musteri Akademíuna, Fylkir, djáknar, Hrútar Akademían og síðan djöflarnir. Við sáum frábæra framistöðu hjá Hrútum Akademíu seinast, þar sem þeir tóku djöflana og einhvern veginn sýndi sér svolítið að þeir eru búin að taka sér til í andlitinu eftir kannski fyrstu 2 leikina sem fóru kannski ekki fullkomlega á þeirra tagi. Við vitum að það eru frábæri leikmenn í báðum liðum, hjá djáknum og hjá Hrútum. Já. Hjá djáknum er til dæmis eins og Kusk, frábær leikmaður. Kusk. Ég meina, það nú ekki að segja mikið Kusk nema bara að hann er insane. Já, am I right? En við sjáum það að í Hrútum Akademíu er síðan Shocked Ovi, sem að mínu mati er einhver mest spennandi leikmaður keppnarinnar. Á meðan við aðstöðuna sem maðurinn er með að sjá Lución hans er gullfallegt. Já, það er eitt af uppáldum mínu að skoða í opnudeildinni er að horfa á Shocked Ovi. Ég bara eiginlega gæti ekki meira sammála því að ég meina, nú erum við náttúrulega báðir Lucio players hérna og support players in general og við kunnum náttúrulega meira meta kannski heldur en aðrir að horfa á aðra spila Lucio, en að horfa á svona leikmenn í opnudeildinni sem eru bara einhvern veginn að shæna á support hitjum, það er bara eitthvað fallið til það. Já, mikið rétt. Og ég held ég sé ekkert einnig það að finnast það. En ég vona að þið heima séu líka tilbúin í innan leik eins og við erum tilbúinir allavega. Ég býst við hörku viðureign. Ertu með einhverja spá fyrir leiknum? Ekki rosalega. Ég bara hlakka til einhvern veginn. Þú veist, bæði liðin komin með 1 win í bókina. Töpuðu 2 leikjum á móti Musteri og Kartöflum. Eins og sem mörg áður náttúrulega. Já, akkurat. Einmitt. Ég er allavega mjög spenntið fyrir þessu leik að því leiti að ég held að þetta sé svona einn af þessum leikjum í opnudeildinni sem að veit aldrei hvernig er að fara. Já. Og mér finnst eins og bara að þú tekur báða riðlana í opnudeildinni að þú veist það eru ákveðin sterk lið og ákveðin veikari lið, sérstaklega núna þessu sísoni. Akkurat. Og það hefur oft verið hægt að spá fyrir hvernig þetta muni enda og svoleiðis eins og þú segir með Fylki, Kartöflur og Musteri. Þetta eru svona 2 sterkustu liðin í þessari opnudeild og það er easier said than done að komast í gegnum þau. Já. En eins og með Hrútar Akademi byrjuðu svolítið brösulega, tóku sér síðan til í seinasta leik og unnu djöflana. Saman með djáknana, þú veist, þeir kannski hafa farið svolítið brösulega á stað, eins og þú segir, tapað 2 leikjum en unnið 1.
en þeir eru sannarlega með leikmenn innan sinna raða. Þú veist, þeir eru með Mistake sem frábær DPS-spilari, Umfi, frábær Baptiste-spilari, Kusk, þú veist, eins og við sögum á hann, það ekki að segja mikið hann. En þá var bara spurning síðan hvort að liðin séu bara að gera sig klár og við séum klárar að fara inn í fyrsta leik, fyrstu viðureign kvöldsins. Já. Við erum allavega að fá stöðuna á því hvort liðin séu að verða klár. Þá er spurning með fyrsta map. Já. Hvað finnst okkur það eiginlega? Ég ekki alveg með á hreinu hvað fyrsta map Nei, einmitt. Við erum að fara að fá skilaboð það núna hvað fyrsta map verður. En eins og ég segi, við vitum það að control maps eru stór partur á almenna bikarnum. Já. Og control maps eru svolítið tricky oft fyrir lið sem eru til dæmis ný. Af því að það svo rosalega auðvelt einhvern veginn á control maps að vinna með eitthvað ákveðið teamkomp sem að virka rosalega vel þó að liðið kannski sé verra en hitt eða betra en hitt. Já, að þú sérð alveg upsets á control maps með meira heldur en á mörgum öðrum maps upp á, þú veist, hvað þú ert að runna á mappinu. Já. Við vitum að fyrsta map verður þá Oasis í dag. Það svolítið áhugavert þar sem að ég sjálfur ekki risa aðdáandi af Oasis þannig að ég er glaður að ég sé ekki að spila í þessum leikjum. En eins og ég segi, control maps eru svolítið tricky. Já, það líka, getur verið svo mikið öðru sem inn á milli rounds í hverju control mappi, hvaða komp getur verið gott. Einmitt, það líka þú skoðar mappin bara, þú veist, á control maps eru náttúrulega 3 mismunandi maps. Já. Brjótast upp í 3 hluta. Og það er líka mismunandi eftir þessum hlutum hvað þú ert að fara að runna á hvaða mappi. Já. Við höfum séð það eins og á Nepal og Lijiang, að þar er bara voðalega lítið spilað það sama á öllum roundurum. Menn eru að vinna, liðir að vinna svolítið með mismunandi teamkomps eftir því, þú veist, á hvaða mappið þau eru að spila. Já. Ég er allavega drullu spenntur fyrir því að sjá Oasis loksins í fyrstu umferð og ég býst við því að Hrútar Academy komi svolítið svona pirraðir og með smá passion inn í hennar leika því að, þú veist, þeir eru náttúrulega nýjasta liðið þarna. Já. Nýjasta liðið í keppninni og þetta er víst rosalega svona náinn vinahópur sem að þekkja hvort annar rosalega verið komið inn á því seinast. Og ég vona þeir koma allavega með dundur framistuðu í kvöld. Já. Hvernig heldur að djáknendur ætla að reyna að takla þá? Það er áhugavert. Djáknendur eru, þú veist, þeir eru með góða leikmenn. Það er nokkri nýjir komnir núna í þetta sísón. Einmitt. Þú veist, við erum áhugað að sjá hvernig þeir tækla þetta núna. Þetta er smá make or break bara til að sjá hvort að þeir séu topp helming á þeirri deild eða nær botninum. Já, nákvæmlega. Það er einmitt svona eins og ég var að tala um áðan með að vinna sér inn þriðasætið í svona riðlum. Þetta er líka ákveðið upp á móralinn, upp á, þú veist, næstu tímabil og önnur mót og eitthvað svoleiðis, þú veist, þeir liðið að fara að halda áfram. Að lenda í neðsta sætinu er alltaf leiðilegt, en það þarf alltaf einhver að gera það. Einmitt. En að ná svona undir lokin þegar þú veist að þú getur ekki komist áfram, að samt ná svona the last shred of dignity einhvern veginn í þriðasætinu. Þetta getur alveg verið dundur mikilvægt fyrir flest lið. Og þetta getur skipt miklu máli upp á móralinn liðinu og þá er spurning svona, þú veist, hvort liðið vill meira vinna eitthvað þar svo vinnur ekkert, ef þú fattar hvað Einmitt. Og ég held að, sko, reynslan hjá djáknurum gæti reynst þeim vel, en ég held að svona the freshness og passionið í Hrútum sem nýtt lið hafa kannski ekki reynsluna því að spila svona mikið og eru kannski ekkert þreyttir á sig eins og kannski aðrir leikmenn eða svoleiðis. Þá held ég að þeir séu mjög tilbúnir í þetta. Nú erum við allavega klárið að fara í fyrsta map. Oasis er fyrsta map, fyrstu viðureignar kvöldsins. Við vonum væntanlega að þið njótið heima alveg eins og við ætlum að njóta okkar þessum leik. Þá er spurning bara hvort við kynnum ekki inn liðin. Í Hrútum Academy er Gods og Einar M á Ryan og Dífu, Chris og Vínest á Tracer og Kree eða Cassidy, Brúnar og Shocked Ovi á Baptiste og Lucio. Eins og ég segi Shocked Ovi og Lucio, fallið sjá þetta. Einmitt. Og hérna hjá djáknum sjáum við Master og Bauna á Sarri og Ryan, Kusk og Mistake á Kree og Reaper og Slugsi og Voltirex Hertan á Bapp og Mercy. Einmitt, við sjáum hérna farandi inn í fyrsta mappið að djáknar er að vinna með þetta klassíska rush hjá sér en ekki með Lucio sem er rosalega áhugaverð. Þeir eru væntanlega að láta Voltirex Hertan svolítið á Mercy fyrir Kusk þannig að Kusk verði með damage boostið sitt á meðan að Hrútar Academy er einhvern veginn að taka þetta classical rush. Hér eins og það kemur Slugsi með risastórt pikk á Vínest. Baptiste að byrja fætinn rosalega vel fyrir djáknarna. Nú þurfa þeir eiginlega bara að keyra svolítið inn og reyna að vinna fætinn í yfirtölunni hérna. Sjáum að Gods er að reyna að halda sér svolítið við liðið sitt. Dívan hjá þeim pussar eins og rosalega mikið inn. Einar er orðinn low. Við sýnist djáknarnir komnir með yfirhöndina hérna. Kemur út lampi og Mistake með pikk á Gods. Access Masters nær Einar úr mekk líka. Mér sýnist djáknarnir vera að ná þessu og það er reyndar eitthvað smá contest en þeir byrja að tikka fyrstu prósenturnar hjá djáknum.
2, 3, 4%. Þeir eru komnir með punktinn. Þá er spurning hvernig hrútarnir ætla að regrúpa og koma sér aftur inn í þetta. Shocked Ovi kemur þarna út þess að regrúpa með liðinu sínu. Þetta var bara frábær fight hjá Djáknum. Já, mér finnst rosalega vel gert hjá þeim. Þó að voru ekki með speedið að ná að koma sér samt inn. Já, þeir kapitalæsu svolítið á pikkinu sem þeir fengu þannig í byrjun. Já, rosalega. Einmitt. Með mistakes á Reaperinn, kemur inn clutch og næra halda þeim inn í hérna. Nákvæmlega, hér sjáum við enn og aftur bara mistake. Risastór chattir eins og það frá Gods. Þeir hljóta kapitalæsu á þessu. Shocked Ovi með annað pikka á master. Kusk og Valtteri setur hann hins vegar að gera sína hluti þarna á punktinum. Vínest nær Valtteri setinu í resinu og Vínest heldur bara áfram. Nær mistake líka. Bauni hins vegar ennþá á lífi og nær Vínest. Shocked Ovi með frábær pikk á Kusk. Þetta er það sem við viljum sjá frá Lucio-spilurum. Fylgist þið með Shocked Ovi, gott fólk. Hér sjáum við hins vegar að Djáknar er að ná að kontesta punktir svolítið áfram og reyna að stóla upp í einhverja prósentur. Þeir eru hins vegar bara að falla hérna eins og keilukúlur. Chris er bara going ham hérna á Tracer með pulsebombið. Þeir ætla að chasea Master hérna á Saríunni. Náður honum mögulega áður en þeir komast tilbaka. Nei, þeir þurfa að bakka út og fyrstu prósentur Hrútar Academy í leiknum byrja að tikka. Þetta var svolítið áhugaverðið fight. Já, rosalega. En núna sjáum við Djákna að vera komin með náðan 6 öll að komin í næsta fight. Hrútar bara með að koma upp á 4. Þeir eru nú að nálgast 5 líka, nei 4 hérna hjá Vínest. Brúnar hins vegar og Gods ekki nógu nálægt hútum sínum. Hér kemur út Graf hins vegar frá Master og Divabomb frá Einarem. Hins vegar nær Bauna og Immortality niður. Mistake hins vegar, nær Mortality hjá Brúnar og Chris nær annað pikk á Slugsa. Mér sýnist Kusk verið í vondumálum hérna. Master hins vegar nær Gods en Hrútar Academy eru bara að hreinsa til. Þetta er að líta rosalega vel út hérna hjá Hrútum Academy. Einarem með gott pikk, Mistake hins vegar kemur með últið, nær bara Brúnar. Það var smá waste þarna hjá Mistake fyrst fightin var búinn og Vínest nær Mistake þarna í lokin og þeir halda bara áfram að tikka niður prósentur. Já, hérna, þú veist, rosalega áhugavert að sjá Djákna ekki ná að capitalize á öll advantage sem við vorum komið með. Þetta er svolítið áhugavert að þeir einhvern veginn notuðu 5 últs í þessum fight og Hrútar Academy notuðu hvað? 2? 23. Já, nú eru Hrútar Academy í frábæri stöðu. Þeir eru að fá nokkur últs hérna tilbúin. Kusk er að reyna að pússa inn á Tracer, nær hann honum, já frábært. Það er Tracer diff í gangi þetta gott fólk. Kusk nær Chris, nær hann Shocked Ovi líka. Shocked Ovi er ótrúlega low, hann nær hins vegar að bakka niður og fá heals frá Brúnari. Nú er Bauni að pússa inn þetta með Satter. Hér kemur annað slam út frá Gods, þetta risaslam. Gods og Einarem eru bara shredding Djáknar akkurat núna, gott fólk. Einarem með 2 picks á Valtteri setinu og Bauna að meina Gods nær Slugsa. Gods er bara swinging for his life á punktinum, gott fólk. Kusk fellur og mér sýnist Hrútar Academy verið í frábæri stöðu núna. Ná þeir að chasea þetta niður. Chris er að pússa. Hér kemur eins og stórt slam frá Bauna. Nær niður 3, hins vegar engin picks frá þeim. Mér sýnist Djáknar verið í svolítið vondri stöðu. Vínest og Einarem með frábær picks báðir. Nú eru Hrútar Academy í yfirtöluninni og hljóta að fara að vinna þetta. Kemur út pulsebomb frá Kusk. Nær hins vegar engum. Master nær Brúnari. Er þetta eitthvað sem þeir gætu kapitalæsa á? Mér sýnist þeir verið í svolítið vondum málum ennþá. Shocked Ovi nær niður Kusk. Nú er þetta bara mistake á punktinum akkurat núna og hann fellur strax. Náðu þeir að kontesta punktinn, Baun er að reyna að komast inn, mér sýnist ekki og fyrsta round á fyrsta mappi fellur fyrir Hrútar Academy, gott fólk, 1-0. Vá. Ég held að þetta hefði verið smá difference með það að vera með Lucio og vera með Mercy. Já. Hrútar komist rosalega snöggt inn í lið Djákna einhvern veginn. Klárt mál. Við sjáum alltaf eins og hana bara í sérsta fætinu, Kusk og einhver annar, þeir náðu 2 pickum. Einmitt. Þú veist, bara í byrjun á fætinu, en Hrútar Gods kemur hana með massive slam og þeir bara ná að klína upp. Það er líka svolítið spurning með það sko, nú sjáum við með þetta Kusk er ekki lengur á hitscan, hann er komin á Tracer. Já. Er ekki spurning að skipta af Mercy og fara Lucio? Jú. Þeir eru náttúrulega, mér sýnist þeir sé eitthvað að gæla eins við þetta og er að ræða sín á milli, en það er áhugavert að þeir ætla að vinna með þetta. Já, rosalega. Hér sjáum við að Hrútar Academy ætla bara að vinna með nákvæmlega sama kompo þeir voru með, að meina það eina sem breytist á Djáknum er að Slugsi er komin á Lucio. Þannig að nú er Lucio og Mercy heals fyrir rössið þeirra. Já. Þetta er mjög áhugavert hjá þeim. Spurning hvernig þeir ætla að vinna með þetta. Þetta er rosalega low heal. Nákvæmlega, hér sjáum við að Djáknarnir eru komin beint inn í fightinn. Gods fer hérna upp á hægrandi og Bauni nær Brúnari. Þetta var soldið erfitt frá Gods að fara þarna upp á hægrandi. Shocked Ovi er að reyna að leggja niður eitthvað, hann nær Master niður á mappinu og Chris nær Valtteri setjunni. Þetta eru picks báðum megin. Shocked Ovi heldur bara áfram að gera góða hluti þetta fyrir Hrútar Academy. Kusk hins vegar vinnur Tracer duelið og nær líka Gods. Þetta er spurning hvort liðið er að vinna þennan fight. Við sjáum að Shocked Ovi er að reyna að koma sér hérna út og meðan Mistake leggur smá press á hann. Nú eru Djáknar komnir í góða stöðu með Lucioinn og þrátt fyrir að vera kannski ekki með nóg mikið að heals, þá komast þeir samt snöggt inn til þess að ná sínum pickum líka. Já, þeir eru bara að hlaupa í gegn, ná picks, ekkert rugg. Nei, þeir eru bara að ná picks, kapitalize á því og runna í gegnum það mjög hratt. Já. Við erum ekkert að taka langa fight sem að dragast rosalega mikið út.
Akkurat. Hér sjáum við að Kusk einmitt að nálgast Pulsebomb, annars eru ekki mörg ultimates að frétta akkurat núna, nema Gods að nálgast Shatter. Vínest nær akkurat Master úr mekk hérna, kemur út Shatter hérna frá Bauna, hann nær Gods. Og hér kemur út lampi frá Brúnari eins og það fellur. Kusk nær Chris. Vínest að fara að ná pikið hérna. Hann orðinn svolítið low. Mér sýnist hann fara að falla hérna. Já, Sluxi nær honum. Nú Djákandi með góða yfirhönd á punktinum. 32% og ticking. Þeir eru bara að chasea það hérna niður. Þeir ná Brúnari, ná þeir að stakkara einhverja fleiri. Einar M beint inn í þeim. Nær hann að komast út. Mér sýnist það. Þetta að líta svolítið vel út til Djákandi með við senast ránd. Já, rosalega áhugavert. Við sjáum á Mercy, Valtryx heitan, vera rosalega mikið bara að heala. Já, hann er væntanlega meira að hugsa healin frekar en damage-fyrstu núna því það er nú ekki mjög mikið annað sem hann getur gert. Fyrst þeir eru með Lucio með þessu. Hér kemur út Pulsebomb frá Chris, nær eins og engum. Bauni fellur, Bauni nær gott segi. Hér kemur út Divabomb frá Einar og risa Divabomb frá Einar M. Hann nær 3. Valtryx heitan mistake á Sluxi falla og Chris hreinsar upp Bauna. Þetta er nákvæmlega það sem við viljum sjá gott fólk. Einar M með risa Divabomb og þeir mér sýnist vera að ná punktunum strax þegar að Djákar eru komnir í yfir 70% Shocked Ovi, hreinsar upp Master. Þetta er nú bara Kusk eftir að punktunum sem fellur. Þetta var ákveðið Divabomb. Já, þetta var geggjað sko. Þetta viljum við sjá meira í kvöld, er það ekki? Allan daginn. Fleiri svona stór plays frá einstaka leikmönnum sem að bara gera út teamfights akkurat í miðju heitaleiksins sko. Já, við sjáum Djáknar að koma inn með 4 gæti verið þeirra fight þar sem Svotir eru bara með 2. Já, nú er spurning með akkurat svona ult management að reyna að nota ekki öll í einu og wasta engu. Já. Sjáum að Vínest nær strax pikja á mistake. Þetta er farið að líta svolítið vel út hérna fyrir. Hér kemur risastór Pulsebomb eins og hann næri ekki Einar M úr með. Shocked Ovi vinnur Lucio duelið. Þetta er svo frábært að sjá gott fólk. Vínest með pikk á Valtryx heitin úr hæ núna. Nú eru þeir ennþá með window uppi þannig að nú þurfa Djákandi líka að bakka. Kusk enn og aftur vinnur Tracer duelið samt. En Einar M bara eiga frábæra framistöðu hérna. 2 picks í lokin. Hann hættir ekki á dýfri. Þetta var geggjað. Ég sjá Vinestina nota hæ núnið bara til að blokka út valkið sem kemur út frá Valtryx heitunni. Já. Þú veist, það er ekkert sem að, þetta var mikilvægt ult hjá þeim en Vinest kemur hann og eyðir í bara strax út. Já, þetta er eitthvað sem ekki margir spilarar að fatta akkurat að nota svona ult þessi zóna út önnur ult frá enemy liðinu og rendara þau svolítið useless. Hér sjáum við að Mistake eitthvað að gæla við að komast á Vínest sem svolítið eitt. Hér kemur út Pulsebomb, nær Sluxa, risa Pulsebomb frá Chris. Nú eru Djákar satt að góa einn hart, þeir notaði Reaper út. Þetta var rosalega erfiðar aðstæður fyrir Mistake þarna þar sem að Einar M var með fullt DM tilbúið. Valtryx heitan ressar Sluxa en þeir falla bara eins og ég sagði áðan, eins og keilukúlur. Nú Gods bara swinging for his life. Master eins og að nær Vínest. Spurning hvort að hann hefði getað verið nálægt liðinu sínu meira. Sluxi nær líka að púpa rúnar af og Valtryx heitan og Master fara út af mappinu. Mér sýnist Rútar Academy vera að ná þessu enn og aftur komnir í 80%. Nú þurfa Djáknar að grúpa upp, spýta með Lucio og nota virkilega beat on engagement. Er það ekki? Já. Hér kemur út Divabomb frá Einar M. Það er spurning hvað var planið þarna, hvort þetta var tactical reset eða hvort þetta var bara smá troll. Hvort sem það var, við elskum það. Það skiptir engu máli. Einar M er búinn að eiga frábæra leik hvort þið er á risabomb á fyrirskáni. Hér kemur út beat frá Sluxa, kemur út beat frá Shocked Ovi. Nú keyra Djákandir inn, kemur út Divabomb frá Master, nær eins vegar engum. Shocked Ovi er bara inn í liðinu, þetta er það sem við viljum sjá. Hann fellur mögulega samt. Hér kemur Shatter, það er blokkað. Brúnin nær pikki á Bauna. Mér sýnist Rútar Academy vera að ná þessu hérna. Brúnar kemur með góðan window hérna. Gods nær Mistake, en Mistake nær Vínest á móti. Hér ressaðir Bauna. Master nær líka Shocked Ovi. Þetta er farið að líta betur út fyrir Djákana. Náður að recapitalize á þessu hérna. Hér kemur Shatter út frá Gods. Nær hins vegar engum sýnist mér. Jú, Gods fellur hérna. Og Baunin nær Brúnar líka. Mér sýnist Djákandi vera að ná þessu hérna og þeir náðu punktinum aftur með 75%. Nú þurfa Rútar að bakka. Rútar er að fá annað Divabomb og Kusk er með high noon. Þetta verður áhugaverður lokafætt. Vá, núna, þetta var rosalega bara geggjað fætt frá Djáknum. Kom hana inn, þú veist, Bauni fellur snemma en Valtryx heitin kemur með valkið og fer hann og ressar. Einmitt. Þú veist, heldur þeim inn í fættinu. Þetta er svo mikilvægt þegar þú sérð þeim eitt leikmenn gera svona halda fætinu gangandi þrátt fyrir að þú sért ekki að drepa alla í hinu liðinu, skilur við. Hér kemur eins og Divabomb frá Einar M, nær engum. Hér kemur Hænún frá Kusk, nær hann einhverjum úr þessu. Og Kusk nær Brúnari, Gods hins vegar, rændi fyrir Bauna. Kusk heldur bara áfram, Kusk með 1, 2, 3, nær hann 4 hérna. Hann stunnar og hann er ekki headshotið, hann er hitsatt. Það er 4 kills frá Kusk, þetta er bara Kusk gott fólk með frábært play þetta í lokin. 99-99, mér sýnist Djákandi vera að fara að ná þessu hérna og jafna þetta í fyrsta mappi kvöldsins. Og það er búið. Djákar jafna 1-1. Það er loka round. Þetta er Kusk. Þarna sjáum við Kusk sjóið, sýnir okkur hversu sterkur Kusk er sem leikmaður. Já, ég meina hann er nú ekki grandmaster á einhverju róli fyrir ekki neitt, sko. Já. Þannig að þú veist, þetta er bara, Djákandir eru væntanlega að leggja mikið traust í Kusk og búast við því að hann komi með stóra frammistöðu sem er nákvæmlega sem hann gerði. Akkurat núna er þetta svolítið svona Einar M hér útum
og Kusk hjá Djáknum. Já. Hún eiga báðir stór plays núna á sitt hvoru mappinu og ég einhvern veginn bara get ekki ímyndað mér hvernig þetta verður núna á seinasta mappi. Já. Hér sjáum við að Hrútar Academy eru að gæla við það að fara að moira á þessu mappi. Nei, þeir switcha aftur yfir í Baptiste á meðan að Djáknar ætla víst að halda sér á Lucio og Mercy. Það virðist vera að virka fyrir það með þau unnu seinasta round. Já, það rétt. Þetta rosalega áhugavert plays en það virðist vera að virka bara mjög vel. Ég sé, ef það virkar ákveður að breyta því. Ég meina, þú veist, ákveður ekki bara að reyna aftur. Já. Hér sjáum við að bæði lið ætla að reyna að make their way á punktinn. Hrútar Academy ætla að fara hérna inn vinstra megin og reyna mögulega að kontesta highground hérna strax. Þeir eru eins og komnir á highgroundi Djákandi. Þetta er svolítið spurning að vera taktikal og mæta á highgroundi fyrst. Mistake með frábært pick á Chris. Byrja fætinn vel þetta fyrir Djákana. Nú er Einar Remsand góinn inn. Hann er að gera rosalegt damage hérna. Við sjáum að Bauni er orðinn svolítið low. Kusk næri líka Shockdófi. Þetta er gott pick frá Djáknum og Mistake með frábært pick aftur á Vínest. Nú er bara spurning að kapitana sá sig. Bauni næri líka gott út af þó að hann charge sjálfur. Ég elska að sjá Reinhardt gera þetta. Gotts er að taka þarna alpha move, ná Rænunum af mappinu. Þetta er það sem við viljum sjá. Já, við sjáum aftur Djákna snemma ná position að taka highgroundið og þeir eru bara að relya sterklega á Kusk og Mistake að ná picks. Já. Þú veist, Mercy að pocket Mistake og þú veist. Og Kusk er bara doing his thing in the backline, bara á Tracer skilur eins og maður á að gera. Bara pirraði hitt liðið hins mikið og hann getur treyst á að ná kannski 1-2 pickum fyrir hvert fight og það vinnur fightinn 9 times out of 10 einhvern veginn. Já. Hér sjáum við að Gotts nær inn og hann nær slugsa hérna. Nú þurfa Hrútar að kapitalisa þessu og pussa inn hratt. Þeir eru náttúrulega með Lucio fyrir speedboosti. Þeir eru samt að reyna að testa highgroundi hérna. Sjáum hérna að Vínest er komin á highgroundi sem reyna að flusha út Mistake. Sjáum við Shockdófi og hann svolítið low. Þeir þurfa að ná Rænunum hérna. Hér kemur út Diva á hins vegar frá Master. Nær hann einhverjum? Nei, nær einhverjum. Gotts er hann svolítið low. Kemur út stór lampi hins vegar frá Brúnari. Hér kemur stórt slam. Vínest með pick á Bauna. Gotts með Mistake. Hér sjáum við Lucio þetta niður líka. Shockdófi enn og aftur að vinna Lucio duelið. Valdirex hann næra að ressa Bauna. Þetta er nú svolítið erfitt resta sem þeir gætu mögulega verið stakkaraði svolítið. Þeir eru hins vegar ennþá með punktinn, 45%. Vínest er að ná niður Bauna. Sjáum að Shockdófi er að stakkara rosalega á Masterinn og Master er ekki að hoppa út af. Já. Það leiði sér svolítið sjálfur að vera stakkarinn þarna í nokkra sekundur. Það var aðeins að bíða eftir því og sjá hvernig hann getur í mekka, hvernig hann getur komist í burtu. Já, þetta var svolítið kannski svona ego-duel að reyna að vinna sem Baby Diva, að vilja margir Diva players gera þetta sko. Já. Hér sjáum við eins og að Hrútar Academy ætla bara að halda hérna á highgroundinu fyrir ofan punktinn. Já. Upcoming hjá Djáknunum er náttúrulega Tactical Visor hjá Soldier og Urshatter frá Bauna. Já, við sjáum Master hérna að skipta yfir Sarri hérna. Herðu, risa pick frá Kusk, enn og aftur nær Vínest. Hér kemur út Hænun frá Chris. Hann kemur út Big Slam hins vegar frá Bauna. Hann nær niður, 3 eða 4 niður í slamminu. Chris nær hins vegar Kusk. Hér sjáum við Bauna, hann er bara swinging for his life. Valtteri sér að næra að ressa Kusk. Eru þeir ennþá inn í þessum fætina? Bauna hoppa niður með allt of lítið health og Chris gjörsamlega melta hana niður. Hins vegar dettur Einarem og Mekka þegar Mistake nær því. En Shockdófi, Gotts og Chris eru bara að leika sér. Shockdófi enn og aftur að sína hvað hann getur á Lucio með 2 frábær picks á báða DPS-ana sem eru mestu damage dealerarnir hjá Djáknum. Vá, ég sá þannig eftir shatteri hjá Bauna þá Shockt var ekki í chatinu og búpaði Bauna í burtu frá chartinu sinni en hann náði engum picks. Nei, líka, mér finnst ég taka svolítið eftir hjá Shockdófi talandi bara hvað hann er góður á Lucio og eitthvað svona. Hann er að lesa leikinn rosalega vel. Hvað er að gerast í kringu sig og svolítið svona aðstoða liðsfélagann á kapitalisa á það sem þeir eru að gera, ekki bara hann sjálfur alltaf. Algjörlega. Við sjáum einmitt hér að Djáknar er að gera aðra aðdögu að pússa inn hérna. Shockdófi er komið með beat hins vegar. Hér kemur út slam frá Gotts, risastórt shatter aftur. Þetta eru bara rænarnir í liðinum, eru að skína hérna í gegn. Gotts með 1, 2, Einarem, Vínest, Gotts með 3. Þeir eru bara að hreinsa til hérna, notuðu ekkert nema shatter og beat. Djáknar notuðu Visor sem kom ekkert úr því miður. Nú sjáum við að Djáknir eru ennþá með 2 ults að verða 3. Hrútar Academy eru með 2 að verða 4. Þeir þurfa að snerta punktin hérna. Þeir þurfa að komast að toucha punktin hérna. Það er spurning hvernig er að komast, þeir eru komnir á sombrunni þetta Mistake. Hér kemur út Hænun frá Chris, nær hann einhverjum. Hann nær slugsa. Hér kemur Master inn á Sarjunu og Bauni. En Vínest nær frábæra ripbrot og Gotts og Chris eru bara að hreinsa til. Mér sýnist Hrútar Academy vera að fara að taka fyrsta mappið á meðan hvernig þetta er að fara núna. Kusk er komin á Doomfistinn. Næðir eins og það er engu piki. Chris er bara að leika sér aðeim hérna á Cassidy heitunni. Einar M enn og aftur með pika Valtteri heitunni og Vínest klárar seinasta pikið og Hrútar Academy vinna fyrsta mapp. Þetta var Oasis. Gott fólk. 1-0 fyrir Hrútum Academy. Vá. Ég held að þetta síðasta mapp sýnir í endan bara Lucio Bap er sterkara supportlæðinu. Já, ég er svolítið sammálaður því sérstaklega bara með Lucioinn að sko Shockdófi er náttúrulega bara eins og maður hefur oft sagt aðra bit different á Lucio og hann er bara alveg svakalegur. Hér sjáum við enn og aftur frábært Diva-bomb frá Einarem. Næði þarna 3 stórum pickum á báða supports og Reaperinn í hinu liðinu.
hvað segjum við þennan fyrsta leik? Það var rosalega mikið fram og tilbaka. Já, mér fannst þetta einmitt svona svolítið bæði lið voru inn í þessu, meiri hlutan af öllum 3 rounds. Já. Að sjá svona 2-1 í fyrsta mappi á Oasis, alltaf gaman að byrja leikina sterkt. Ætli djákandir takit ekki svolítið til sín og hugsi bara að við förum nú ekki að tapa núna, komum svolítið langt og rífa þetta svolítið upp. Þeir náttúrulega fá að velja næsta mapp, þannig það er spurning hvernig djákandir voru búin að hugsa sér að koma tilbaka eftir Oasis. Hvort þeir vilji reyna að fara kannski á eitthvað þar sem þeir geta unni með Mercyna betur heldur en í Rush Comps. Kannski vilja þeir reyna að komast á einhver Monkey Comps eða Orisa Comps eða eitthvað svoleiðis og leyfa Kusk svolítið að vera með Valtryggsetinu að það með sér. Já, ég einhvern veginn það var svo sterklega, maður gæti séð bara hvernig bæði liðin voru að spila í kompsum sínum, þau eru að spila frekar líkt komp en samt allt öðruvísi. Já, þau eru líka þau eru að spila svolítið líkt komp en eru að spila þau einhvern veginn á sinn eigin hátt. Einmitt. Og eins og það að Valtryggsetin er þarna á Mercy allan leikinn. Já. Og þeir hafa hugsað með sér svona, nei, okkur vantar Lucio, nú þurfum við Lucio. Já. Þannig í staðinn fyrir það að þvinga Valtryggsetinu kannski á Lucio sem er kannski ekkert öruggur á Lucio, Einmitt. Að bara vera með Lucio á Mercy. Já. Það virkaði alveg hjá þeim þarna á second point og meir hlutan af third point líka. Þeir komast þarna alveg í einhverja prósentur og þú veist, á miðan við það að þeir voru að renna Lucio og Mercy í rush comp, þá finnst mér það bara eiginlega frekar gott í það. Fín framist að svona considering það sem þeir höfðu með af resources. Við fáum þau skilabóð hér að djáknar séu búinir að velja map. Það er map sem við tveir þekkjum vel og elskum mikið og kannski þið heima líka, en það er Kings Row. Já. Eða Screams Row, eins og margir kalla það. Screams Row. Ég held að þetta verður rosalega áhugavert hvort að bæði liðin halda þessum sömu kompum. Já, ég meina, ég get næstum því staðfest að Hrútar Akademi verða áfram með Rush. Það er bara, Shocked Ovi, þeir vilja halda honum með Lucio, þeir vilja halda Gods og Ryan og strax með Lucio og Ryan spilara. Er mikið annað í stöðunni en að runna Rush og hvað þá á Kings Row. Akkurat. Þú veist, það er ekkert mikið annað í stöðunni heldur en að gera það. Já. Ég er mjög áhugasamur að sjá hvort að djákandir halda sig við Mercyna. Af því að þó að Mercy kannski virki ekki að vel á Lucio í þessu kompi, Kings Row er alveg Mercy map. Og þú veist, ef þú ert kannski með sniper, eins og Kusk að fara á sniper, eða einhvern góðan hitscan eins og Cassidy eða Soldier eða eitthvað slúðis, eða Ash mögulega, ég held að þetta geta alveg virkað frekar vel fyrir það á Kings Row ef þeir spila þessu allavega rétt. Það er allt mögulegt, Já, ég er að segja það. Og eins og við tölum áður, það eru margir sem að elska Kings Row mappið og ég held að flestir séu þar. Já. Þetta sé svona uppáhaldsmapp hjá mörgum. En ég býst allavega við alvöru viðurinn á þessu mappi. Einmitt. Þetta er svona mapp sem býður upp og svolítið spennandi fæta og fólk svona vill spila þetta mapp, elskar að spila þetta mapp og leggur svona svolítið allt í þetta. Já. Af því að það að vinna Kings Row er alveg annað en að vinna eitthvað annað mapp, sko. Það er svona sérstakt að vinna Kings Row mappið, sérstaklega úr duela Rush, sko. Það er alveg statement. Við erum betur en þið á Kings Row á Rush. Ég meina, þú veist, við getum bara nefnt hérna dæmi að sko, nú hefur oft verið djókað með þetta, sko, að við hérna í Bölvun séum rosalegt Rush-lið, sko. En við bara getum ekki unnið á Kings Row í svo mörgum viðregnum af öllum möppum, skilur við. Og það er akkurat svona að loka segi, þú veist, að það er ákveðið statement að vinna Rush á Kings Row. Af því að það er svo mikið Rush map og það velja nánast öll lið. Nema þú kannski ert óöruggur á því. Og sérstaklega þú ert með eins og Hrútar Akademi, þú ert með Gods og Ryan, með Shocked Ovi og Lucio. Þeir vilja bara spila Rush. Sama hvað mapp þeir fara á, þá held ég að þeir haldi sig bara við Rush svona mest megnis nema kannski að það gengur hræðilega. Þá gætu þeir skipt. Við fáum að vita það að Hrútar velja attack fyrst. Það er, myndi ég segja, ákveðið statement og ég fæ alltaf svona sömu tilfinninguna þegar lið er að velja attack fyrst að þau vilja klára mappi sitt. Attacki sitt. Af því að ef þú byrjar á defense og bara full holdar kannski, þá færð þú náttúrulega bara kappa fyrsta punkt. Kannski vilja þær aðeins svona leika sér og spila þetta mapp og komast í gegnum það allt og sína svo svolítið, þú veist, við erum bara heldur góðir á Rush og á Kings Row. Þannig að mér finnst alltaf eins og þegar þú ert á escort mappi og lið velja attack fyrst, það er svolítið statement fyrst mér og það er smá svona hroki í því og ég elska það. Sko. Þeir vilja setja tíman, þeir vilja ráða öllu einhvern veginn í þessu mappi. Þeir vilja bara ráða förinni gjörsamlega og þeir vilja bara stýra djákum inn í þeirra Rush og sína þeim bara, hei, þú veist, svona spiliði Rush, svona spiliði Kings Row, við ætlum bara að kenna ykkur þetta. Þannig að þegar djáknar síðan loksins fara að taka, þá eru þeir örugglega að hugsa með sér, jú, ok, þeir gerðu þetta svona, hvernig ætlum við að gera þetta? Þá gæti vaknaði stóra spurningar í voice chatinu hjá djáknum svona, hvernig ætlum við að sína þeim að við kunnum þetta líka?
Við erum allavega að fá þau skilaboð að liðin séu klár í næsta map sem verður eins og ég segi aftur Kings Row aka Scrims Row. Við erum til í þetta, við vonum að þið séu til í þetta og vonum að leikmennir séu til í þetta. Ég býst við alvöru mappi. Já, ég líka. Þá spurning, fyrst við vitum að Hrútar Academy ætla að rönna bara sama rössið. Þeir vinnur með nákvæmlega sama teamkomp. Ætli Djáknar prófi sig á Lucio? Eða ætli þeir fara aftur á þetta Bap Mercy, Ana Mercy, eitthvað svoleiðis? Ég veit það ekki alveg. Ég held að það væri rosalega áhugavert að sjá bara hvað ég gera. Já, einmitt. Það spurning hvort við fáum einmitt hérna leikinn á skjáin hjá okkur, þannig að við getum svona svolítið lýst fyrir ykkur hvað í gangi. Já. En við vitum að leikurinn byrjaður. Sjáum hérna á Hrútum Academy að XX Master og Bauni eru á Sarju Ryan. Elskum að sjá Sarjun í þessu. Kusk á Kree, Mistake á Junkrat, Sluxi á Bap, en þeir halda Valdirisittinni á Mercy. Já, og hérna hjá Hrútum Gods, við sjáum Gods, Einar á Dífu Ryan og sjáum Chris á Widowni sem verður mjög áhugavert fyrir að takka þeirra. Einmitt. Sjáum einmitt hérna gott fólk að það á eftir að skipta einmitt á Djáknum og Hrútum Academy hérna í headertum á skjánum. Látið þið ekki trufla ykkur, en annars eru Hrútar Academy hér rauðir segi ég, og Djáknar eru bláir. Hér kemur strax út graf hérna frá Master, hann strax komið með það. Þetta elskum við að sjá. Vá! Nei, vá! Segi ég bara. Master kominn á þessa Sarju bara að sína hvað hann getur. Já, sko, XX Master, XX gott fólk með fyrsta ultimate í leiknum sem graf, hvorki meira en minna. Þetta var hvað, 5-man graf? Já, það var ógeðslega gott graf. Og hvað mikið búið? 40 sekundur? Þetta var eitthvað? Við sáum líka Kusk taka út Chris á Widowni. Einmitt. Hér sjáum við út Window koma þetta frá Brúnari. Kusk nær hins vegar Brúnari strax. Þetta gott pikk hérna fyrir Djáknana. Nú ætla þeir að reyna að pússa svolítið inn. Bauni er að reyna að halda upp í skildinum og vernda liðið sitt hérna. Kusk nær Einar. Kusk með 3 risastór pikk. Það bara, hann óstöðvandi á þessari Cassidy hetju. Hvaðan fundu Djáknar þennan mann? Það þarf einhver að kíkja í gamefile sjá honum, ég veit ekkert hvað í gangi, sko. Það mætti halda að maðurinn sé bara að svindla hérna, hann svo svakalegur. Aimið hans greinilega að krakka út akkurat núna. Djáknar vinna aftur fætinn og þeir ná að halda þessu. Vá. Hér sjáum við að Gods kemur út með shatter, næri sverðingum. Hér kemur út risastórt shatter frá Bauna. Hann nær öllu liðinu þeirra en Diva-bombi frá Einar M nær að halda þeim í burtu. Kusk heldur áfram. Kusk með 1, Kusk með 2. Sluxi með næsta og Mistake heldur áfram og Kusk með annað. Þetta eru náttúrulega bara Djáknarnir að leika sér að Hrútum akkurat núna. Nú þurfa Hrútar svolítið að rígrúpa og ræða hvað að gera. Af því að mér sýnist Djáknarnir vera að valta yfir það eins og staðan núna. Bauni, með shatterinu, stoppar Diva-bombið hjá Einari. Já, við sáum einmitt að Einar skaut niður Diva-bombinu og hann stoppaði ekki bara Diva-bombið, heldur náði hann öllu liðinu hjá Hrútum af því að Gods náttúrulega lógur að skilta eftir að Einar Diva-bombað. Akkurát. Hér sjáum við að kemur út hænun innan frá Kusk, nær hann einhverjum úr því. Mér sýnist þeir ná að fela sig svolítið og þeir eru ekkert að gæla við þetta. Heldum við burti. Sjáum við að það Pulsebomb og Window að verða hænun og beat hjá Hrútum Academy á meðan að Djáknar eru bara með Window og Mercy. Við sjáum að Hrútar ætla að taka þetta áhugavert rotation á top right og þetta reyna svona svolítið að koma þeim óvart og hoppa inn í þá. Gods að spýta þetta yfir á highgroundið. Mér sýnist þeir vera að koma hérna yfir aftur. Nú eru þeir bara að reyna að halda highgroundinu svolítið og reyna að komast inn. Master með risastór pikk á Chris. XX, Master XX, gott fólk, hann svakalegur á Sarjunni. Það má ekki missa sjónarhorn. Hér kemur út risastór graf henni aftur. Master, hann bara að leika sér hérna. Þetta svo svakalegt að horfa á gott fólk. Ég að elska þetta. Þessi maður svakalegur. Master, hann lappaði upp á bakvið og tekur út Chris. Já, ég meina, ég sýnist að mögulega ná hann aftur í þetta. Hvað í gangi þetta? Nei, Einar M fallur með strax. Nei, hann nær að komast út. Master bara á, sko, endalausu charge alla fæta að leika sér með þessi ræklugs. Þetta svakalegt hjá honum. Hann hvað, þetta var 3. gráðinn? Nánast. Já, þetta bara svakalegt, sko. Hér nær hann líka Einar M og Mac. Nú geta Hrútar nánast ekkert pushað með 14 sekundur í gangi. Hér kemur út Window eins og frá Brúnari. Þeir eru með 300 ults í gangi. Hann að nota Window til að halda Gods uppi. Sjáum að Bauni að pussa inn og Bauni nær niður Gods en Chris nær Bauna á móti. Hér kemur út Tyre hérna frá Mistake. Nær niður Brúnari og Kusk nær Einar M. Mér sýnist þeir vera að fullholda þetta. Kusk og Mistake bara leika sér aðeins hérna og Master heldur bara enn og aftur áfram og Kusk nær Vínest. Þeir falla allir eins og ég sagði tvisvar áðan eins og keilukúlur. Hrútar Academy eru full holded, eða full held eins og maður segir okkur einsku. Djáknar ná að halda fyrsta punkt. Djáknar virkilega sína hversu sterkir þeir eru. Ég meina hvað sögðum við fyrir leik?
þeir þurftu að mæta brjálæðir eftir tap í fyrsta mappi. Já. Þetta er akkurat það sem við vorum að biðja. Master hefur látið fyrsta mapp á Oasis fara svo í töðunar á sér og hugsaði nei, hingaðu ekki lengra. Við sáum Master hérna á síðasta rondinu á Oasis bara eitthvað, býtu, ég skipti í sarjuna og náði ekki að koma boltanum rúlandi. Einmitt. En núna með Bappin, með Kree og hérna Junkrat við hliðina á sér. Nákvæmlega. Ná bara að halda upp spammi allan tíman, bara damage og hrútar ná ekki að koma sér í gegn. Þetta er líka, mér finnst þetta líka svolítið spurning með það að positionið hjá Master. Þú sér það að hann er að spila svolítið frá bauna. Þeir eru ekkert limtir saman. Þegar þú ert að spila eins og Rein Saria, þegar nú vitum við að Rein Diva er kannski aðeins algengara í dag, sérstaklega í russi. Og ég meina þú horfir á úrvalsdeildina það sem að mörg lið hafa verið að leika sér að rush. Það er eiginlega alltaf Diva nema eins og Finnsi gerði þarna á móti okkur í bölvun daginn. Þá vippaði hann út Sariunni, akkurat á Kings Row. Ef þú spilar Sariuna ekki limtu við Reinin á Kings Row og þú kemst upp með það, valjúðu sem hann er að fá er svakalegt. Algjörlega. Allt damage outputið hans er svo rosalegt af því hann er á svo háu charge og þú veist, ég bara kemst ekki yfir þetta graf í byrjun. Já. Hann hafi verið komið með graf er sjokkið. Hér sjáum við að Kusk er að henda í alvöru statement, góð fólk. Það er Widowmaker. Næra hann einhver góðu pikki hérna. Við sjáum að Hrútar Academy eru komnir á Ash líka og Junkrat. Chris og Vines skipta því upp og þeir eru komnir með einarem á Sari í staðinn fyrir Divuna. Mistake er komin aftur á Reaper. Valtyrek-setjan er komin á Lucio. Þetta er áhugavert að sjá. Við erum til í þetta. Ekki lengur neinn Mercy í gangi. Chris er að gera damage þetta á Mistake. Frábæri headshoti. Einarem vinnur Sariu-dúlið á móti Master líka. Þannig að Gods heldur bara áfram að sredda Valtyrek-setjunu á bauna og Vines klárar niður Slugsa. Þetta var gott hold hjá Hrútum Academy og þarna sáum við Einarem vinna dúlið með Master. Já, þetta er áhugavert. Hrútar vilja hérna reyna að matcha, reyna að gera sama Djáknir gerði. Já. En Djáknir hafa sinn tíma, þeir þurfa bara að vinna eitt fight. 3 mínútur og 10 sekundur til þess að vinna eitt higg. Þetta er í þeirra höndum, akkur núna. Það er spurning hvernig þeir gera þetta. Ef að Kussna er einu pikki þá er þetta náttúrulega bara búið fyrir Hrúta. Já, það er akkur það sem ég var að hugsa með hann og Widowmaker, hvort hann nær pikki hérna. Gods með risastórt shatter hérna. Hann nær einu, hann nær tveimur. Einarem nær bauna og Shockdófi klárar þetta. Gods er að sína hvers konar Rein spilari hann er. Hann ætlar sér ekkert að spila neitt annað en Rein í kvöld og þetta er akkurat ástæðan, gott fólk. Kusk hins vegar með pick á Chris og Mistake náði Vines líka. Þannig að Hrútar Academy er í svolítið erfiðri stöðu núna með enga DPS-a þegar að Djáknar geta mögulega pushað inn. Valtyrek-setjan er komin aftur á Mercy. Þeir eru ekki með speedball til að góa inn hart mjög snöggt. Þannig að nú þurfa Hrútar Academy bara svolítið að spila safe, að fela sér bak við Hotel sem er að hæra með við þá. Við sjáum hins vegar að Djáknar er að pusha inn. Hér kemur út Slam, nær einum og hér eru þeir orðnir svolítið low, kemur út Lampi hins vegar. Sjáum að Master og Mistake er hann á sínum pikkum. Hins vegar eru Hrútar Academy ennþá inn í þessu fight. Shockdófi, Brúnar og Chris eru ennþá á lífi. Master er hér með Mistake og þeir eru að gera einhverju hluti en Gods og Chris eru bara að klára þetta hérna fyrir Hrútar Academy og þeir ná áfram að holda. Og Shockdófi að taka niður Master. Shockdófi er on fire. Kemur það á óvart? Ég er aldrei hissa. Nei, ég er eiginlega aldrei hissa þegar maðurinn er on fire. En nú er spurning, erum við að fara að fá jafntefli? Ég er eiginlega bara á botnið að trúa því. Það væri eitthvað. Vá, það yrði hræðilegt fyrir mólunum hjá Djáknum, held ég. Talandi statements. Ef þeir myndir ná að fullhalda líka. Sjáum að Master er komið með grafið hins vegar. Það er ekkert hjá þeim sem að counter þetta graf af því að þeir eru ekki með beat. Þeir gefur hins vegar risastórt shatter frá Gods aftur og kemur út grafið á móti en það gerir ekki neitt. Það sem að Gods er bara búinn að vinna fightinn fyrir Hrútar Academy. Hvað er að frétta með hennan Rein-spilara? Ég veit ekki eins og hvað mér á að finnast ef að þið góðir áhorfendur, einhverjir Rein-spilarar í úrvalsdeildinni eruð að horfa. Elo, Kaldi, Steel, Mistergur, CNT, hver sem það er sem er að horfa, fylgist þið með Gods. Hann er að fara að ræfa ykkur í framtíðinni. Master er komin yfir á hogginn, hann ætlar hann að forsa út pikkum hérna. Já, það er komið út hérna hogpickið, kemur Slugsa eins og út með windowin. Kusk með frábært pick á Chris. Hér kemur eins og einhvern veginn annað slam hérna frá bauna. Vines nær Kusk en mér sýnist Djáknar vera að ná þessu hérna. Hér kemur út hins vegar Tyre frá Vines. Nær tveimur! Er þetta ennþá á lífi? Þeir þurfa að toucha áfram. Master er hins vegar að íta þeim hérna aðeins í burtu og Valtyrek-setjan nærar þessa bauna. Mér sýnist þeir vera að klára þetta. Og Djáknar taka Kings Row. Map 2. 1-1 er staðan. Já, sæll. Þetta var ótrúlegt. Við gætum bara séð Master hérna í endan og Kusk líka. Þeir bara vildu ekki tapa þessu mappi. Hér sjáum við Master með play of the game á Sariunni. Þetta graf þarna alveg í byrjun. Þetta er bara, þú veist, ég veit ekki hvað mér á að finnast um þetta. Þetta er svo rosalegt.
Þetta últsjátt hjá þessum manni náttúrulega bara out of this world og ég einhvern veginn skil ekkert hvernig hann kemst upp með þetta. Ótrúlegt. Bara að sjá masterana standa svona vel á seríunni. Bara kemur inn, spila bara jafnvel á Finnsi. Já, segðu, ég meina, gefðu mér þetta PTSD eftir seinasta leik þar sem Finnsi var Zarya á Kings Row. Ég meina aldrei örugglega komast yfir þetta, en ég skil þetta ekki. Master sko eins frábær og hann á Zaryu. Hann rosalega sterkur á þessari hetju. Að ég bara átti engan veginn von á því að þetta yrði bara svona mikið value sem hann myndi fá. Alveg bara svakalegt sko. En Djáknar hins vegar, þeir ná að halda. Já. Og þeir vinna mapp nr. 2, þannig að staðan 1-1. Við töluðum það einmitt hérna, fyrir leikina erum við að fá 5 mappa leiki. Mér sýnist að næstu í stefna í það. Já. Nú þurfa eiginlega bara, gæti verið, sko. Já, nú þarf eiginlega bara annarkvort lið að misstíga sig og þá kannski þetta búið, en á meðan hvernig þau eru að standa sig í fyrstu 2 möppinum þá einhvern veginn á ég ekki von á neiðru öðru nema 5 mappa leik. Við erum búin að fá þau skilabóð gott fólk að næsta mapp verði Nepal. Já. Það annað control mapp. Annað control. Mér finnst það svolítið áhugavert hjá Hrútum að þeim virðist líða svolítið vel á control maps á meðan það séu svolítið röslið. Ég held það líka. Og við höfum tekið eftir þessi með Hrútar main roster í úrvalsdeildinni líka. Já. Þeir eru líka rosalega mikið að vinna með röss. Akkurat. Og þessi bæði lið kannski sem að tengjast náttúrulega beint í gegnum akademíustarfið þeirra og svoleiðis að þeir eru vantarlega að æfa svolítið mikið saman. Fara yfir sömu hlutina og reyna að vinna með svolítið að sama að leikmyndir eru svolítið svipaðir. Kannski smá munur bara í ranki og svoleiðis en að því sögðu performance-wise, ég myndi ekkert afskrifa Hrúta Academy strax. Algjörlega. Þeir eru bara greinilega að mastera rössið sitt bara meira og meira með hverjum leik sem þeir spila. Og svo tölum við maður byrjuði svolítið brössulega í mótinu en seinustu 2 leikir sína eiginlega bara að þeir eiga alveg 100% erindi í þetta mót. Algjörlega. Við vitum allavega að liðin eru að gera sig klár fyrir næsta leik sem verður eins og við sögum á Nepal. Nepal, já. Eitthvað sem þú býst við á Nepal, meira en eitthvað á öðrum öfum? Mér finnst líklegt að sérstaklega á punktum eins og Village að muni þið halda bara þessum sama kompum basically að saman nema eitt lið með Mercy-una. Já, nákvæmlega. Þeir reyna að halda þessu pick potential hjá þeim. Já, við sáum náttúrulega aldrei setjuna að fara þarna á Lucio í hana pingustund en það endist ekki mjög lengi og væntanlega ekki nógu örugg hetja fyrir hann. Já, var ekki alveg að virka fyrir það. Nei, en við sjáum hérna, þeir ætla bara að halda sig á Mercy-inni. Valdri Setan á Mercy þá. Hrútar Academy líka að breyta smá til. Þeir eru að vinna með Mei Sim í staðinn fyrir einmitt það sem þeir voru að vinna með áðan eins og Creo Tracer og svona. Já, planið þeir eru að væntanlega típi að punkt. Nota teleporterinn til þess að komast inn á punktinn og reyna að kontesta sem fyrst. Þetta var þetta risastór típi frá Vinesta sem að þeir komast einhverja 15 cm. Við elskum að sjá það. Kusk hins vegar byrjar að leggja pressu hérna á Góðs og liðin að mætast hérna á hægráttinu vinstra með við punkt. Hér kemur eins og að veggur frá Krist, þetta er risastór, hann separatar bauna þetta frá liðinu sínu og þeir ná niður maintækinum hjá Djáknum strax. Það er ekki mikið sem þeir geta gert núna. Valdri Setan nær eins og að ressa bauna og mistake með pick á Vinest. Þetta er víst að snúast við þetta fyrir Djáknana. Nú þurfa þeir eitthvað að gera hérna Hrútar Academy því að þeir eru svolítið erfiðari stöður okkar núna. Mistake heldur bara áfram, nær sjokkt Óvi niður. Nú er Valdri Setan að halda bauna á lífi á móti Krist hérna á meginni. Hins vegar fellur bauni, nú er Valdri Setan í vondum málum, þarf að komast tilbaka. Kemst tilbaka á punktinn og Djáknar, Hrútar Academy reyna svolítið einhvern testa. Einræði minns að fellur Ekk strax. Þeir hefðu nú getað stakkar hann þarna svolítið fyrst og komnum með punktinn sko. Ég held rosalega að sjá hérna sáum Hrúta ná þessu stóra pikki í byrjun á bauna en síðan einhvern veginn missa gírið sinn. Vera rosalega splitt og það gefur einmitt séns fyrir Valdrikshetjunni að koma inn og ressa. Þeir mistu svolítið momentum þarna einhvern veginn. Þegar sko, þeir eru wall að bauna, þá eru þeir komin með svolítið momentum og síðan dettur wallið niður og þeir einhvern veginn splundrast bara í svolítið sikur áttin. Akkurat. Sumir fóru á punkt, sumir fóru áfram á high ground, sumir duttu niður á megapakk eða eitthvað svoleiðis og bara einhvern veginn virkaði ekki fyrir þá. Sjá minna, Chris kemur út strax með ulti þetta, Mayort er komið strax. Hann nær niður einhverjum nokkrum mínútur, sjokkt Óvi, nær bauna og Vinest nær Valdrikshetjunni, Vinest nær Slugsa, þeir halda bara fram mistake hins vegar, kemur últið, þetta var svolítið áhugavert hérna Death Blossom hjá honum, nær Brúnari hins vegar en Hrútar Academy vinna þetta 39% fyrir Djákna þegar að Hrútar ná punktinum loksins. Vá, Kusk kom hérna inn með pulsebombið en instantly blokkað af Brunnar, hann nær að setja út Nú er eitt sem við sjáum hérna, The Tröll Special. The Mundi Egillari Special, við sjáum Kusk og Valdrikshetjunni eru komnir á Farmercy. Þið heima sem eru að horfa ef einhverju tilheyrir tröllum þá er þetta bara fyrir ykkur sérstaklega. Þetta er rosalega frábært hjá þeim að nýta sér það að þeir séu á Maysim, fara á Farmercy, halda sér svolítið svona bak við corners og reyna að ná einhverju svona spam damage inn á punktinn þar sem að þeir sjást ekki.
Hér kemur hins vegar út Shatter hérna frá Bauna, næri nokkrum úr því. Kemur út graf frá Master, það er risastórt í gegnum windowin. Nú eru þeir bara að leika sér í gegnum window og skjóta það inn í mitt grafið. Einar M reynir eitthvað að pota þarna í þá, en mér sýnist jákvæmdur svona vera að ná punktunum smám saman. Chris reynir eitthvað, en svo kemur Bauni þetta bara out of nowhere með charge og nær Chris. Og djáknar halda áfram í 40% og hrútar með 44% á klukkunni. Það er spurning, þeir eru komin á Soldier. Venus hjá Hrútur Academy. Ok, vil ég reyna að blokka út meira damage á? Já, væntanlega á Kusk á förinni. Við sjáum þetta að Kusk er að nálgast Barats á förinni. Bara til eitt fight. Bara til eitt fight og þeir eru ekki með nein önnur lúts til þess að gera neitt við það. Brúnar kemur eins og með glugga hérna og Shockdove nær Bauna, þetta er risastórt. Kusk kemur út með Barats, nær Venus, en Venus nær Kusk á móti. Þeir ná að ressa Bauna í staðinn fyrir Kusk. Það spurning hvað þeir ná að gera hérna. Brúnar þarf að nota lampa til þess að lifa af. Hins vegar er Master og Bauni í vondustuðu hérna og Chris og Shockdove leika sér bara að þeim. Chris með 1, ekki 2, heldur 3 picks. Þeir eru að vinna fætin hérna og strax komnir inn. Þetta er það svona að tala fyrir mappi, gott fólk. Þetta er enga meginn búið og á meðvökköpi framistæðan er stefnin í 5 mappa leik. Já, algjörlega. Kusk hérna búinn að koma yfir á Cassidy núna, en mér sýnist það er rosalega fá öll sem að fólk hefur að vinna með. Það er Shatterinn hjá Hrútum og Death Blossom að koma út. Nákvæmlega. Sjáum einmitt sko að hérna nú er Kusk aftur komin á kríin, eða Cassidy segi ég. Já. Þannig að Venus er náttúrulega bara ennþá á Soldier en að spamma smá damage inn, en hann er kannski aðeins gagnslaus þannig að hann var áðan og hann kemur út Shatter frá Gods. Þetta er risastórt blokk frá sínum eigin liðsfélaga. Chris blokkar Shatter aðeins þarna. Gods hins vegar er í vondumál núna, Mistake með rosalega mikið damage að koma inn. Brúnar næri ekki að halda honum á lífi og fellur. Gods fellur líka. Nú eru djöflar einhvern veginn, djáknar einhvern veginn bara að góa inn og reyna að kapitalisa á þessum pikkum hérna. Kemur út beat frá Shockdove sem næri að halda hann með lífi eitthvað aðeins lengur. Master notar graf fyrir þetta og mér sýnist djáknar að vera að vinna þetta. Mistake með, hvað, 1, 2, 3, 4 picks? 4. Og líka náðu öðrum með ultinu sinni. Já, þetta var Mistake fight. Hvorki meira enn minna. Náðu þarna mörgum pikkum með hérna, Death Blossom og bara þessum 2 haglabissum sem að Reaper hetjan heldur á. Þessi æðislega hetja sem allir elska. Nú sjáum við eins og Hrútur Academy er að detta í 4 ultimate fljótlega og meðan að djáknar eru bara með 1 að verða 2. Nú þurfa Hrútur Academy svolítið að nota ulti sín vel. Ég kemur út Hænung frá Kusk, næri engum. Koma út fleiri ulti sem fight. Hér kemur út Væsó frá Venus, Window frá Brúnar. Hér kemur út, koma út fleiri ulti þarna. Einar M og Venus með picks, Mistake og Kusk líka með picks. Það kemur enginn úr Diva-bomb hans Einar M, er Hrútur satt með yfirhöndina hérna. Venus nær Mistake, Búblan kemur á Valtteri setjara sem nær að ressa Mistake. Mistake er líka að nálgast últ þetta. Þetta er frábært rest frá Valtteri setjunni. Náðu þeir að gera eitthvað með þetta. Master eins og það með 1 og 2. Einar M með 1 og 2. Þetta eru báðir oftakendir að gera sitt inn á punktinum. Nú er Chris að ná að frjósa Master. Kemur eins og það út stórt graf en Mistake er fallinn að fá últið sig. Ég trúi þess ekki. Kusk heils að næra að halda sér lífið með búblunni hjá Master. Gods og Bauni með sigur pikkið. Þetta er bara að fara að báða leiðir hérna. Venus með pikk á Kusk. Hins vegar er Bauni ennþá á lífi. Hann hlýtur að falla hins vegar. Mér sýnist Hrútar vera að taka fyrsta rándið hérna. Já, 1-0 Hrútar á Nepal. Fyrsta mark. Vá. Þetta síðasta fight. Já, þetta síðasta fight var hvað? 2 dagar. Þetta var ógeðslega langt. Það voru allt hægri vinstri. Já, þetta var bara eins og við sögum að eins langir og spennandi fights og við getum fengið, við tökum því. Algjörlega. Kom hana inn, þú veist, maður hélt kannski að djáknar voru með yfirhöndina en síðan kominn Hrútar, ná stóru ölti, allt í niður þeim yfirhöndina. Einmitt. Það er líka spurning sko, ég er að reyna að átta mig á því. Nú sjáum við að djáknar eru svona svolítið að reyna að breyta til. Þeir Master er kominn á Hog, Sluxi fer á Önuna og Kusk er kominn á Sim. Á meðan í Hrútum þá eru þeir að vinna með sko nákvæmlega sama kompo aðan nema Hanzo í staðinn fyrir mig. Áhugavert. Og það gæti verið að Chris vilji svolítið halda sér aftarlega og reyna að ná pikkum svona from afar og halda svolítið distance og reyna að gera eitthvað. Kusk eins og switchar í Tracer beint eftir að TP-a liðinu sínu úr spawn þannig að þeir komist fyrstir í engageið. Við sjáum að Valtteri setan heldur sig á Mercy, Sluxi á Bap, Mistake á Reaper, Kusk á Tracer, Bauni á Rein og Master á Hog. Og síðan hérna hjá Hrútum Gods á Rein, Einar á Divu, Chris á Hanzo, Venus á Doom, Brunnar á Bap og Shocked á Lucio. Hér sjáum við einmitt gott skotið á Chris þar að forsa Rico frá Kusk. Brúnar eins og með frábært pikk líka á Bauna. Nú er spurning hver vinnur þetta duel. Er það Kusk? Er það Chris? Og það er Chris sem vinnur það! Þetta er það sem við viljum sjá gott fólk. Frábært á kamerunni að sína okkur þetta frábæra duel. Hrútar Academy vinna eiginlega bara, ef við ekki segja út af þessu dueli. Þetta duel hafi unnið þetta fyrir þá. Við getum bara sagt það. Ég held líka sterklega að djáknar séu ekki með beint góðan off-tank eins og Divan. Þau eru bara fastir á þessum Hog, þeir þurfa að lægja á pick potential og einmitt að þau vinni geta fight, þú veist. Við sjáum einmitt sko núna gott fólk, ég vil bara benda ykkur á þetta þegar mér finnst þetta persónulega rosalega áhugaverð. Gott sem kom með Urshatter,
á meðan hann beinir í 25%. Þarna sjáum við svolítið hvað Gods nær að njóta sín kannski með dífinu. Hér kemur út Shatter, nær hvað? Einum í það, hins vegar hann húgt þegar hann að engagea. Kemur út lampi, mér sýnist þeir samt vera að vinna þetta. Master chargeaður í burtu, Kusk hins vegar nær Gods en það gerir ekki mikið fyrir þá þar sem að þeir falla allir eins og ég er búinn að segja, ekki einu sinni, ekki tvisvar heldur þrisvar, eins og keilukúlur. Þetta bara Hrútar Academy að, hvað ég var að segja, röstifa? Já, það þetta að segja það. Við sjáum djáknir að skipta nú yfir á Sarjun og Junkratinn. Vilja aðeins reyna að fara í meira kompi sem voru að spila áðan á Kings Row. Já, það líka spurning. Þeir eru komnir á Junkrat, Mistake er komnir á Junkrat og Master fer aftur á Sarjuna. Nú getur Master veitt Bauna aðeins meira aðstofa þetta í engageinu meðan að Einar er náttúrulega bara búinn að gera sitt, komið með D.O.B.A.M. hana. Kemur Kusk með rist og preka brúnar, kemur D.O.B.A.M. frá Einar M. Hann næri engum út á lampana frá Slugsa. Hér kemur út rosalegt damage frá Mistake á Junkrat hins vegar. Náðu þeir að kapitalisa eitthvað á þessu. Hér Kusk var búinn að ná frábæri pikki þarna. Kusk nær enn önnu, frábært pikk. Hér dettur hins vegar Master út af mappinu, Shocked Ovi með frábært púp þarna. Hann er bara að leika sér þarna uppi. Krist nær líka Kusk og Gods fellur á mappinu. Hér kemur út Shatter. Nær Shocked Ovi honum út. Nei, hann nær því ekki að reynir að bjarga dífinu sinni sem gerist ekki. Nú eru þeir samt bara ennþá á punkt. Nær Shocked Ovi Kusk af. Hann nær honum ekki af. Hann heldur þetta áfram að reyna. Þetta er það sem við viljum sjá. Hvað er Shocked Ovi að gera? Nær honum. Hver vinnur þetta duel? Það er Shocked Ovi sem vinnur þetta duel. Við Lucio spilum og þeir elskum að sjá þetta gott fólk. Vínest með 2 pikk líka og Einar M hreinsar til með því að ná niður Mistake. Hrútar Academy eru með 1 að verða 2 ults coming up á meðan að Djáknar eru með 1 ult bara. Master hins vegar er búbba bara inn á punktinn, Shocked Ovi hins vegar nær honum bara strax og þetta er bara komið í overtime strax. Ég veit ekki hvort þeir ná yfir höfuð að toucha, ég efast það og mér sýnist Hrútar vera að taka mapp númer 2 gott fólk. Staðan er 2-1 fyrir Hrútum Academy. Þeir eiginlega bara, sko, þetta var rosalegt fyrsta round en Hrútar einhvern veginn rústuðu round 2. Já, algjörlega. Ég held að Hrútar eru bara orðin pirraðir á djáknum eftir Kings Row. Já, og vilja svolítið bara segja við þá, hei, hverjir eru þið? Við vinnum rushið. Já. Við veitum ekki alveg hvað það að spá. Hér sjáum við Chris, hann nær ekki einu pikki sjálfur. Jú, nær þarna Mistake, en, 2 picks á Kusk líka. Stór Blizzard, stórt play. Chris að sína hana á heimi í þessu liði og heimi í þessari deild og á þessu róli. Staðan 2 til Hrútum Academy. Hvernig fannst okkur þetta? Þetta var ótrúlegt frá Hrútum, sérstaklega. Já. Ég held að þeir virkilega, þeir eru svo góðir í þessu kompi. Það virkar svo vel á control point líka. Einmitt. Þeir eru bara að sýna að þeir eru betri, einhvern veginn. Nákvæmlega. Ég er líka að hugsa með mér, sko, þú veist, við erum búin að tala um núna oftar en einu sinni yfir þessum leik. Þurfi ekki Djáknar svolítið að spila Lucio. Þetta er að stinga á svolítið í baki fyrst mér og, þú veist, þó að Mercy geta alveg virkað, það er ekki það að þetta sé eitthvað gagnslaus hetja og þeir megi ekki spila hana, en þú veist, þeir eru að gera sjálfum sér þetta svo rosalega erfitt fyrir að vera með Mercy fram með Algjörlega. Það er virkilega að, þú veist, þeir þurfa að vera settir upp einhver staðar mjög vel og þá virkar Mercyin vel. Já, en þú veist, þeir eiga bara svo rosalega erfitt með að koma sér í þessu stöðu, að vera í positioning þar sem þeir fá val í úr henni og ef að Kusk er á Tracer og þeir eru með Mistake á Reaper, ég er að reyna áttum að því hvernig þeir ætla einhvern veginn vinna Lucio rushið hjá Hrútum með þessu. Akkurat, það er lítið sem að Mercyin gerir í því matchupi. Svolítið sko, hún er eins og varst að koma inn á svolítið áðan á hvað var það fyrsta mappi að hún er rosalega mikið að heala. Já, hún er eiginlega damage boostið hjá Mercy sem er svona eitthvað mest viable hluturinn hennar, eiginlega besta í kitinu hennar. Sterkasti parturinn. Sterkasta í kitinu hennar skilurðu, að þeir eru ekkert að nota það. Já. Þá er spurning, þú veist, hvað með að spila Moiruböla eða Önu eða Bapp eða bara eitthvað annað. Gæti það breytt miklu fyrir þá eða ekki, þú veist, þeir eru náttúrulega lið sem er væntanlega búið að æfa þetta svolítið. Þeir kannski hugsa bara með sér, þetta er það sem við erum comfortable á og þetta er það sem við getum eins og sást þarna á mappinu sem þeir unnu. En við sjáum það bara strax á control, þetta er ekki alveg að virka. Stundum getur ressið komið inn clutch en það er, eins og ég segi líka, það er bara defense hlutur, einhvern veginn. Það er bara til að halda manni inni. Þetta er svona varúða ráðstöfun ef að illa gengur eða illa fer. Að ef að enemy liði næri einhver góði pikki, já, þetta er ekkert mál, við getum ressað. Algjörlega. En sko, ress einhvern veginn er samt svo rosalega tilgangslist í rush. Já. Af því að fætin er búinn áður en að rushið er búið. Nei, ressið er búið. Þú veist, það tekur Mercy nokkra sekundur að ressa og fætin getur verið búinn þegar hún er búinn að því. Já. Og við sáum það reyndar áðan að Valdrísitinn er að ná góðum ressis til þess að kontesta punktinn. Já. Það er alveg eitthvað sem við getum gefið honum að hann er að ná ressis á mögnuðum tímapunktum. Það eru þessu clutch ressis með valkið, Q-in. En að því sögðu, mér finnst bara eins og, sko, þú veist, nú vitum við náttúrulega að Shocked Ovi er frábær og er geggjaður á Lucio. En þú veist, mér finnst bara eins og Djáknar þurfa að breyta til að því sögðu
staðan bara 2-1, þetta aldrei búið, maður veit aldrei hvað gerist. Við erum að fara í highlight núna, ætlum að sýna ykkur mjög skemmtilegt myndband. Þannig að bara góða skemmtun og vonum að þið njótið. Já. Verið velkomin aftur, gott fólk og við erum með í gangi núna, við erum Hrúta Academy og Djáknar Hörgárdals. Staðan 2-1 fyrir Hrútum Academy, Egill, við erum sáttir hingað til. Já, algjörlega. Já, þetta búið að vera rosalega áhugaverðir rush-bardagar, þar sem við fengið hingað af. Vonum að þið að við notið highlight myndbandsins eins og við gerðum það allavega sjálfir. Spurning með hvort að liðin sé búin að ákveða næsta map. Við fáum Iconvolt að mér skilst í næsta mappi. Djáknar virðast vera að velja annað, escort map? Já, hybrid map. Já, hybrid map segi ég. Rindar. Það spurning, fer það eins og seinast á Kings Row? Ætli þeir séu meira hybrid fólk en Control? Já, það allavega lítur þannig út að Hrútar elski Control og Djáknar elski hybrid. Já. Allavega með það sem við erum búin að fá og það sem við erum að fá. Já. Iconvolt verður næsta map eins og ég minni ykkur á gott fólk. Hrútar völdu að attacka fyrst eins og þeir gerðu á Kings Row. Aftur þetta mentality sem ég var að tala um áðan virkaði ekki alveg á Kings Row. Spurning hvort það virkir núna. Iconvolt náttúrulega aðeins öðru sem map heldur á Kings Row. Það kannski First Point kannski svolítið svipað með það að gera. Þú veist, það svolítið opið og nokkra leiðir sem þú getur engageað á það. Það eru þarna eins og á Iconvolt þarna turnin. Sem þarna við punktinn, nákvæmlega alveg eins og styttan á Kings Row og Hotel þarna á Kings Row alveg eins og fyrir aftan punktinn á Iconvolt þarna litla svæði sem þú getur falið þig inni og þá spurning fyrir utan First Point, finnst mér þetta samt gjörólík map. Já, algjörlega. Ef þú sérð eins og til dæmis Last Point væri alveg hægt að færa rauk fyrir að séu mjög svipuð en að því sögðu þá Second Point rosalega ólíkt. Það miklu opnara á Iconvolt og það þessar 2 leiðir sem þú getur farið til þess að engagea á kartið. Ef þú tapar til dæmis fight og attack þá áttu mjög auðvelt með að komast bæði til vinstri eða til hægri á Iconvolt á meðan að Kings Row bara rosalega narrow-minded svona götur. Mér samt, mér finnst áhugavert að sjá hvort að liðunum hjá Djáknum ná bara aftur að full holda það. Einmitt. Ég til í það líka. Ég til í það líka, En við vitum að liðin eru klár og við erum komin inn game. Þá spurning hvernig liðin til þessu upp. Mér sýnist Hrútar ætla bara að halda sig við það sem þeir þekkja best, það sem við þekkjum best og það sem allir þekkja best. Og það rush með Mei og Kree. Gods á Ryan, Einar M á Dífu, Chris á Mei, Vínest á Cassidy, Brúnar á Baptiste og Shocked Ovi enn og aftur á sinni uppáhaldshetju, okkar uppáhaldshetju, ykkar allra uppáhaldshetju, Lucio. En hjá Djáknum sjáum við rosalega líkt komp sem við búin að spila. Master á Sarri, Bauni á Ryan, Kusk núna komin á Hanzo og Umfi á Soldier, Slugsy komin á Önu samt með við Bap. Og Alterex heldur sér við Mercyna. Sáum einmitt Umfi komin inn á Soldierin í staðinn fyrir Mist Egg. Það rosalega áhugavert að þeir taki inn sub í 4. leik og 4. mappi. Slugsy á Önunni á meðan að Umfi kannski þekktur fyrir Baptiste en hann settur á Soldier í dag á DPS yfir höfuð. Við sjáum að Hrútar Academy eru bara að gera sína leið á punktinn og Bauni fellur strax. Gods með frábært pick til þess að byrja með. Kusk orðinn low og fellur líka. Gods og Einar M að leik sér. Gods með 1, Gods með 2, Gods með 3. Mögulega 4 picks. Nei, ekki alveg, en þeir ná punktinum. Gods að spila bara, sinn besta leik frá upphafi keppnarinnar. Hann að standa sig frábærlega. Hérna sjáum við Hrúta bara alls ekki vilja það sama og gerðist á Kings Row. Nei, þeir tóku það ekki mál. Leifa þeim bara alls ekki. Þeir bara hlaup í gegn. Já, þeir bara sögðu við Shocked Ovi, íttu á e-takkaðinn. Við spýtum inn í þá og við völdum yfir á og það nákvæmlega það sem þeir gerðu. Við sjáum að kemur út inn svona lampi frá Brúnari þannig að Umfi nær honum niður strax þannig að nú eru Djáknar í fínni stöðu að reyna að ná kannski einhverjum picks af því þeir eru ekki með lampan. Við sjáum að Master svona kominn aðeins meira en hálfa leiðina í graf á meðan að Bauni ekki kominn með bara nærriði jafn mikið útsats og Gods á Ryan. Einar M að nálgast Diva-bomb á meðan að Hrútar Academy einhvern veginn bara frábæra stöðu með útsats. Kusk nær 1, hann nær 2 á Chris og Brúnar. Kusk náttúrulega svakalegur á Cassidy. Gods að vinnur Ryan-dúlið enn og aftur, hann svo svakalegur. Kusk gera sitt bara, Slugsy nær niður. Vínest, Valtýrik setjan, ressar upp Bauna og Kusk nær. Já, þetta það sem við elskum að sjá gott fólk. Hann með 1, hann með 2, hann með 3 og hann með 4 picks í þessum fight. Hann bara að leika sér í klínu. Og þarna sáum við það til dæmis á Gods að Kusk var eiginlega bara byrjaði að trolla hann. Stóð þarna að heilsa honum eins og hann gat á meðan hann hélt upp í skildi. Strax svo hann sett hann niður, þá dó hann bara eftir sekundabrót. Kusk
Kusk kominn hérna yfir á Cassidy. Hér kemur einmitt graf út frá Master. Kusk með frábært pick á Brúna. Nú þeir orðnir low. Kusk enn og aftur með 1. Kusk með 2. Bauni með 1. Bauni með 2. Nú eru djákandir að ná að halda þeim svolítið þarna inn í akkur þessum inngangi. Þetta hlið getur reynst liðum rosalega erfitt. Sérstaklega af því að þú ert með svo bilað hægrátt þarna fyrir djákana. Og þú getur verið eins og þeir eru með 2 hitscans og með mercy damage boost. Láttu mig þekkja að það er ekki auðvelt að díla við þetta. Núna þegar Mercyan kemur inn bara mjög vel og virkar ógeðslega vel með þessu kompi. Nákvæmlega, þeir eru svolítið stationary, að halda sínu positionu á hægrándinu á meðan að Master, Bauni og Sluxi geta haldið á lowgrándinu á meðan að ef að tankar hjá djáknum falla þá á Sluxi auðvelt með það að komast aftur upp á hægrándi hjá hinum og þeir 4 gætu unnið fætin. Hér kemur út chatti frá Bauna, hins vegar nær ekki neinum, Gods hins vegar nær að counterchargean, Vines nær góðu pikki á Master. Nú eru hrútar að góða inn hérna, Chris með frábært pikk á Bauna, nú kemur út Hænún frá Kusk, nær Chris, en Díva Einar M fer upp til þess að testa þetta. Sluxi eitthvað að reyna að gera en hann fellur strax. Kusk nær akkurat Einar M sem var að reyna að testa hann á hægráttinu. Valtteri setja hann enn og aftur með frábært dress þarna sem hins vegar fellur strax. Ef hann hefði náð að lifa hefði þetta verið stórt. Hann náði því ekki því miður. Umfí þarf líklegast að hörfa niður af hægráttinu en djákan ætla sér aftur að testa hægrátt þar sem að Shockdófi að bíða eftir henni til þess að púpa þeim af. Kusk að leggja pressu þarna akkurat á hægráttinu en mér sýnist þeir ætla að reyna að mæta þeim hérna á brúnni akkurat að second point. Nú eru hrútar með 3 mínútur á klukkunni og þeir eru akkurat að ná að íta kartinu svolítið vel á stuttum tíma. Hér kemur þess að risastór pick frá Umfí á Vines. Nú kemur shatter frá Gods, nær niður Bauna. Náður einhverjum fleirum hérna. Hér eru hins vegar báðir hitskartar hérna hinum einu. Master hins vegar fellur strax af mappinu. Brúnar með annað pick á Valtteri sittuna. Einar þeim heldur áfram á Kusk. Umfí nær Chris en þeir ná bara ekkert að gera til að stoppa þetta payload og þeir eru með 4 mínútur og 10 sekundur á klukkunni. Þetta bara fritt fyrir þá. Nú pushar Shockdófi á Umfí. Nær hann að gera eitthvað við þetta. Nú eru þeir hérna í dúli hérna inni. Ég hef út heal hins vegar frá Umfí. Shockdófi hörfar að healthpackinum. Nær hann að testa þetta eitthvað. Ef að Umfí fer að tapa þessu, ég trúi því ekki. Shockdófi hins vegar að spila þetta rosalega vel hérna. Ég hélt að myndi ampa heils þarna. Umfí hins vegar vinnur dúlið í þetta skipti. Shockdófi loksins tapar einu dúli í þessari viðureign í fyrsta skipti. Nú eru djákandir að ná að stöðva á svolítið. Þeir eru með 3 úr tilbúin. Kemur út Væsar hérna frá Umfí. Gluggi, Bob hins vegar frá hrútum. Chris og Brúnar með það. Vines nær niður Immortali frá Sluxi hérna. Einar M nær Umfí. Og Umfí nær hins vegar Mekk frá Einar M líka. Gods nær hins vegar Kusk. Nú sýnist mér hrútandi vera svolítið með yfirhöndina hérna. Gods bara að leika sér hérna að liðinu og hann heldur bara áfram að steamrolla í gegnum þá með Lucio Speed Boost. Vá. Ég bara á ekki til orði yfir þessu russi þar. Þetta flawless nánast. Þeir bara hlaup í gegn, ekkert getur stöðið það. Hér kemur hins vegar út Hænún frá Vines og þeir bara komast óáreittir að third point með 3 mínútur og 13 sekundur á klukkunni. Hrútar Academy með 3 punkta á Iconworld, 4. map, 4. leikur í þessari viðureign. Já. Hvað ætla djákandir að gera núna? Þannig að sjáum við sáum svo sterkt bara djáknarnir þegar þeir náðu að halda og við vorum með gott setup. Það náður að halda í smá stund en hrútar bara rúli í gegn hana að blokka eitt öll. Þú veist, þá bara allt hrunið hjá djáknum. Einmitt, það er líka spurning sko, nú tek ég eftir því að þeir eru með Valtteri setuna á það Mercy. Þeir eru utan að stuttastund á eftir fyrsta point. Þeir eru með hægrándi. Þá er þetta bara sama á áður. Þeir eiga erfitt með það þegar að hrútar keyra inn í þá að miklum hraða. Þeir eru með Shockdófi sem eins og við hefum komið inn á svo oft áður. Örugglega, arguably bestu lúsi opnudeildarinnar. Þeir eru út með svona leikmann í ennum í liðinu. Það er ekkert auðvelt að díla við það þegar þeir eru rushað inn með speedboosti. Gods þarna, hann veit bara þegar Shockdófi að ampa upp speed og þá bara lórar hann skjöldin og bara swingar for his life. Það er eina sem hann þarf að gera og það er ástæðan fyrir hann síðan að ná akkurat meira en einu pikki í nánast hverjum einasta fight. Nú þurfa djákan svolítið að átta sig hvað er alltaf að gera. Mér sýnist Kusk ætla sér að taka mjög áhugavert pikki. Þetta er eitthvað sem ég geti verið mjög til í að sjá því að það er ekki rosalega auðvelt að díla við þetta. Sjáum við Hrútar Academy ætla sér eins og að fara á Torbjörn og Junkrat. Djákan eins og þær halda sér á nákvæmlega sama kombo þeir voru áðan nema að Master komin á Dífu og annars er þetta bara það sama. Hrútar Academy hins vegar eru með sama rush með Lucio og Bap á meðan að Chris og Vines eru komin á Torb og Junkrat. Nú er Umfí að leggja smá pressu hérna á enemy-liðið. Hann er svolítið að gera damage bara til þess að láta það vita af sér. Kusk púsaður hérna inn í herbyggið og fellur strax. Sjáðu hvað þetta er coordinated hérna hjá Hrútum Academy. Þeir eru að gera þetta alveg eins og lið eiga að gera þetta. Djákan eins og þær þurfa bara aðeins að bíða, kannski ná sér í smá últsjáts eða þeir geta og lifa af þangað til að þeir eru 6 manna lið.
Hrútar Academy sýnist mér vera komið með mun betra ult charge hver einast í liðinu á meðan við djákna. Sjáum einmitt að Kusk skiptir yfir á föru strax en fellur strax. Reyndi að taka út turretið sem að tók hann á móti. Verður til að sjá Valtrex ressa hérna. Já, sem hún gerir strax þannig að Valtrex er komið með ressið á Kusk. Nú geta þær góða henn strax. Hér kemur út Nano að bauna sem reynir að pússa henn en Shocked Ovi nær bara að spýta henn í burtu. Hér kemur út Shatter frá Gods. Wow. Ég bara, þú veist, ég get ekki útskýrt fyrir ykkur sem eru að horfa heima hvað þetta svakalegt að horfa á þetta hjá okkur. Gods og Shocked Ovi eru bara að eiga stórleik saman sem Ryan Lusso. Algjörlega. Við sjáum hann að bauna, hann fær nano en hann kemst eiginlega ekki nálægt neinum. Hann getur ekkert gert. Hann er ekki með spýtið, hann er ekki neitt hann, það vantar upp á. Ég hefði eiginlega frekar vilja geima nano fyrir Visor eða fyrir bara föruna. Já, algjörlega. Hér sjáum við hins að Ristor pick þetta frá Kusk nær einar M eftir að hann var farin úr mech. Hér sjáum við að Kusk er að leggja mikla pressu hérna á Hrútar Academy. Þeir geta bóðilega lítið gert í honum nema bara að Torbjörn hitt hann eða einar M reynir að sjáta þessu dag. Hér kemur út Shatter frá Bauna og Diopan frá Master. Náður einhverjum, já, þeir eru bara að eyða últum í hérna fæta þegar þeir vilja kappa hérna punkt. Kusk er orðinn rosalega low, einar M hins vegar bara sleppir í að klára. Vínest með 2 pikk hérna, nær slugsa á umfí og einar M með 2 pikk á móti. Og hins vegar fellur Vínest, nú er þetta bara Kusk á móti einar M. Mér sýnist Hrútar Academy vera að fara full holda akkurat í þessum fætt og Kusk nær hins vegar risk. Þetta er risastór pikk fyrir þá. Þeir geta ekkert gert þess að hjálpa Torbjörnum sínum og þeir verða einum færri í næsta fætt sýnist mér. Nú þurfa bara djákar að bara einhvern veginn fara inn og leggja sem að pressu á þá. Kusk nær niður turretinnas Chris strax. Það er spurning hvernig þeir allir reyna að díla við þetta hérna. Bauni charger inn bara strax úr spawn hannast inn á punktinn. Kusk nær niður Shocked Ovi, hér kemur út Diopan frá einar M, nær hann einhverjum. Hann nær slugsa umfí eins og með Brúnar og einar M. Nú er Kusk bara að fara að ná líklegast niður Vínest strax. Vandari setja hann ressa slugsa og mér sýnist djáknar vera að ná first point eftir 1 mínútu og 20 sekúndur eftir á klukkunni. Þá náðu þeir þessu með 3:50 þegar þeir náðu loksins að eskorta piloturinn. Vá, þeir hefðu þetta vinna að fæta undan hans mér. Þetta tók rosalega langa tíma fyrir að koma alveg í gegn. Við sem Valtrex heitum að nota valkið frekar seint í fætinum og fara nú í næsta fæt svona rétt svo með nanoið og meðan Hrútar eru með window og shatter. Mér finnst þetta líka smá svona spurning með það sko að djáknar einhvern veginn ná að lifa svolítið á miðað við Hrútarna. Þeir svolítið falla ef að einn fellur. Akkurat. Hér er svo að sjáum við Risa pick frá Chris á umfí. Þarna næra hann einhvern veginn bara að instigata fætinn svolítið með þessu pikki. Kemur út windowum frá Brúnar, fæðist bara ekki á Gods nær hins vegar engum. Þeir bakka bara svolítið djákandir á meðan þeir eru að reyna að contesta point þetta frá inn í húsinu. Kemur út Risa, fæðist strax samt nær engum. Nú pushar Gods bara inn, nær hann Shatter þetta. Þetta er risastórt Shatter, gott fólk! Og hér kemur Gods bara enn og aftur að leika sér hérna að þeim. Einar M og Gods. Ég á ekki til eitt aukatekið orð, umfí lítur að falla. Þú veist, ég bara, já, þú veist, mér langar bara svolítið heim. Ég veit ekki hvað er að gera hérna. Þetta er alvöru Gods, hann lifir upp til nafnu sínu. Já, eins og við tölum maður niður í guðatölu hjá mér þessa dagana eftir þetta Shatter. Þetta er bara, það er eins og öll Shatter hjá honum 7-5 menn að minnstakosti. Já, algjörlega. Þetta er rosalegt. Og Bauni einhvern veginn, sko, þrátt fyrir fína frammistöðu sjálfur er hann bara ekki að ná að blokka þessi Shatter hjá honum. Af því að Gods er einhvern veginn að fara bara fram hjá skildinum hans. Já, það er rétt. Hér sjáum við að Hrútar Academy ætla að reyna að halda svona á hæggröndinu með Chris þarna og Doomfist sem hins vegar fellur strax. Kusk með 1 og 2 kills á Vínest og Chris hérna. Þetta er akkurat Kusk með Mercy Pocket, það er ekki mikið sem við gert í því. Sjáum við þetta Ristor Shatter frá Bauna, nær niður 2, náðu þeir að taka einhvern niður, nei. Við sjáum að Brúnar hins vegar nær út lampa, nær Kusk honum niður, nei. Hann er ekki að ná að hitta hann eitthvað, jú, hann nær honum hérna. Shocked Ovi hins vegar er hann á okkar punktina eins, nær hann að komast út. Sjáum að Valtrex setja hann næstu dotti niður í environmental kill þetta. Hér kemur Shocked Ovi, hann er bara að engagea í hérna fight með beat. Hann ætlar að investa í þessu. Þetta eru hann og einar M að leika sér þetta. Hér kemur út Visor eins og frá umfí, nær Vínest. Einar M með gott pick á Valtrex setja þetta. Þetta er náttúrulega enga meginn búið þetta fyrir Hrútar Academy. Ætlaði hann á að halda sér þetta áfram. Chris með ennan að pikja á Kusk. Nú eru þeir bara að vinna þetta hérna. Gods nær honum. Gods. Ég segi það enn aftur. Gods. Hann er svakalegur hérna. Og Shocked Ovi náði bara að lifa af allan fætinn. Vá, ég hefði aldrei sjálfur bara nota beat í þessu fæti, ég held að vera löngu búið. En Shocked Ovi veit betur, notar beatið, heldur fætinu gangandi og Hrútar kom inn og rosalega sterkir. Eins og ég segi við ykkur og hef sagt við ykkur áður gott fólk, Shocked Ovi endilega fylgist með þessu manni, hann væri að lifa af allt sem þú getur ímyndaðir, heimsfaraldra, sko bara hvað sem er, það skiptir ekki máli. En Gods hins vegar með frábæra framistöðu líka og einar M sömuleiðis búinn að eiga góða leiki hérna á dífinni.
Sjáum við að Vínist að pirra Kusk rosalega mikið sem nær hins vegar Chris og nær hann og bandreikssetja hann enn og aftur bara að gera sína hluti á Mussi. Þetta að sína hvað hann á að gera. Hins vegar étur Einarem frá Kusk. Það var svolítið stoppið frá Kusk. Hins vegar kemur Shocked Ovi með gott bisk á Kusk á móti. Shocked Ovi bara ennþá á lífi, enn og aftur eins og hann gerir alltaf. Ná Hrútar eitthvað að tefja þennan fight þannig að restina liðin að komast. Hér kemur Gods með risastórt shatter en það kemur ekkert úr því nánast. Shocked Ovi og Einarem eins og með stór pikk hérna. Bauni að leika sér þetta líka. Shocked Ovi nær Kusk. Þetta bara einhvern veginn að fara báða leiðir hérna. Chris að fara ná henni niður? Já, hann nær master. Nú sýnist mér þetta vera að fara báða leiðir. Það eru bara 2 á punktinum hjá djáknunum. Nú þurfa Hrútar Academy einhvern veginn bara að komast á punktur og testa. Mér sýnist Shocked Ovi vera að gera sér tilbúin í það. Hér kemur Gods inn á punkt og Shocked Ovi kemur líka. Hann verður örugglega að nota bítuna og hann náði nánast slugsa út af brúna nær Bauna. Slugsir hann low og Slugsi dettur af mappinu. Þetta Shocked Ovi enn og aftur gott fólk. Ég að elska að horfa á þetta og það búið. Staðan 3-1 og endar 3-1 fyrir Hrútum Academy. Iconworld fellur þeim í lið og viðurreiknin búinn. Hrútar Academy hirða þetta 3. sæti í opnudeild 2 með skilst rétt með 2 sigra og 2 töp í mótinu. Þeir geta verið stoltir af sjálfum sér. Gods, Shocked Ovi og Einarem búnir eiga risa viðurreik hérna í kvöld og búnir að spila bara frábærlega allir. Á meðan djákarnir stóðu sig hetjulega, reyndust þetta allra besta. Það var bara ekki alveg nógu gott núna í kvöld. Það er þetta að sjá bara allt mappið, allur leikurinn eiginlega lítur út eins og þetta second point attack hjá djáknum. Mér finnst líka bara, þú veist, ef þú tekur eftir þess að við vorum búin að tala allan leikinn, þú veist, stærsti munurinn var náttúrulega bara teamcoms. Hrútar Academy var bara að spila akkurat það sem þú ættir að vera að spila, ef þú ætlar að spila þetta og þessar hetjur. Og það náttúrulega var smá difference maker þarna fyrir þá. Að því sögðu Kusk náttúrulega, þú veist, ég bara veit ekki eins og hvernig ég á að útskýra það hvaðan þessi gæi kom skilur en hann náttúrulega ekki frá þessum heimi, ég held að það sé á hreinu. Einmitt. Allt og ná einhverjum picks bara út úr þurru nánast. Nákvæmlega. Mér langar svona svolítið að hugsa aðeins með mér, þú veist, hvað myndir þú segja? Eitthvað svona MVP báðum liðum, svona sikkur MVP-inn? MVP? Erum við ekki sammála með að það hefur verið Kuski djákn? Já, það er eiginlega alveg 100%. Hlýtur að vera. Fyrir utan, jafnvel á Kings Row, þú veist. Maður getur sagt hérna Master á Kings Row. Já, Master náttúrulega á Saríunni sko, en það er náttúrulega, mér finnst bara eitt mapp ekki nóg samanberið við Kusk. Þú veist, og samt Kusk á því mappi nær hérna einhverjum 4 picks í röð. Nákvæmlega. Kusk er náttúrulega bara svakalegur skilur, þetta er bara Kusk, þú veist. En það er spurning, þú veist, hvern myndir þú velja sem MVP í Hrútum? Er það Gods? Er það Shocked Ovi? Er það Einar? Bara með við eins og bara þetta síðasta defense á second point á Iconworld. Við sjáum Shocked. Ég held að hann dó ekki einu sinni. Hann dó bara ekki, þeir gátu ekki drepið hann og hann náði að stóla punktinn nógu lengi til þess að spawn advantage sem að var ekki einu sinni spawn advantage var einhvern veginn an advantage, skilur við. Þú veist, þetta var svakalegt. Að því sögðu gott fólk, staðan endar 3-1 fyrir Hrútum Academy. Þeir hirða 3. sætið í þessum riðli á meðan að djáknar sætta sig við 4. sætið. Frábærlega spilað hjá báðum liðum. Mér heyrist við vera að fá mann í viðtal hér, XX Master XX, Sarjan Mikla á Kings Row. Mikið rétt. Ég er ekkert eðlilega til að fá að spjalla aðeins við hann, sjá aðeins bara og heyra aðeins í honum og hvað hann fannst þetta og spyrja hann aðeins út í bara hvað hann fekk sér í morgunmátum með þetta Sarja-performance þarna hjá honum. Algjörlega. En eins og ég segi, frábær framistæði frá báðum liðum. Hrútar Academy fara með sigur á hólmi núna. Þetta er annar leikurinn í röð sem þeir vinna. Það má alveg búast við meira þeim á næstu missurum, eða ekki? Já, ég held að þetta er rosalega sterkur leikur hjá þeim. Já, ég er sammála því. Annars bara segja að við gerum okkur undirbúna í að fá XX Master í viðtal hérna. Sjáum hvort hann fari ekki að eins og þeir oft orða þetta, púlla upp fljótlega. Já, renni í hlað svona. Já, og þið í chatinu með kalla mig boomer eins og við viljið hvernig ég sagði þetta. En ég verð bara að segja fyrir mitt leyti, þó að Kusk hafi verið frábær, að ég held bara Shocked Ovi, ég hef aldrei séð leikmann eiga einhvern veginn svona flawless leik og hjá honum á Iconworld. Af því að, jú, hann kannski drap ekki 6, en þú átt náttúrulega ekki að gera það sem Lucio. Hann bara lifði af, hélt liðinu sínu svona nokkurn veginn á lífi, hann með góð beats, náði hann að væra mental killstæðan það sem þurfti. Ég sé ekki fyrir mig hvernig hann hefði gert það betur. Hann var að gera allt sem hann þurfti á Lucio og meira. Já, nákvæmlega. Ég er bara í sjokki. Mér fannst náttúrulega Hrútar Academy vera að spila frábærlega, skilurðu, og þú veist, Shocked Ovi, Gods og Einarem, allir frábærir í kvöld. Já. Að því sögðu voru náttúrulega Chris og Vínest líka frábærir og
og Brúnar náttúrulega á bappinum átti stóra glugga þarna líka á tímabili. Já. En mér sýnist við vera komnir með góða gesti, ef við ekki að fá að heyra aðeins í masternum. Já. Sjá aðeins hvað hann segir. Já, blessaður. Já, blessaður vinur, hvað segir hann þá? Ég segi bara alltaf gett, maður. Það ekki. Herðu, mér langar að byrja á því allavega að hrósa þér fyrir þetta performance á Kings Row. Já, það var svakalega leikur. Mér langar að spyrja þig, ertu með, veistu hversu margar sekundur það tók þig að fá þetta graf á fyrsta punkt? Nei. Ég hefði gískað á svona 30. Já, 30-40 kannski. Já, 30-40, ég hefði skotað á það sko. Þetta er eitt af rosalegasta sem ég hef séð allavega. Já. Ég vildi hrósa þér fyrir það. Já, takk fyrir það. Hetjuleg barátta hjá okkur í dag. Þið þurfa að sætta ykkur við 3-1 tap, svona eins og gerist. Já. Láttu mig þekkja það sjálfur. Hvernig fannst ykkur þið standa ykkur í dag? Herru, ég er bara mjög vel. Já, það ekki. Ég hef bara mátt spila betur sem heild. Já, en annars bara mjög vel og allir í stuði, sko. Nákvæmlega. Gott að heyra að þið náðu að viðhalda svona svolítið móralnum þrátt fyrir að tapa og svona. Það er mjög mikilvægt að kunna tapa líka og það sé gaman að segra. Einmitt. Mér langaði svona að spyrja þig eitthvað svona sem stóð upp úr í dag, einhver frammistaða, eitthvað play eða eitthvað svona sérstaklega? Nei, það var bara Gods á Ryan. Hann var með mjög góð sjatters og spilaði mjög vel. Já, við fórum einmitt yfir að ég og Egill að hann er nánast MVP-n okkar í þessari viðureign. Já, einmitt. Bilt different eins og það orðaði þetta, sko. Já, hann bara rúlaði á okkur, sko. Nákvæmlega, ef þú þyrftir þetta, ég ætlaði að spyrja að þú þyrftir að velja EMP í liðinu, þú veist, í hinu liðinu. Hver væri það? Það var það Gods, allan dag. Nákvæmlega, mér datt það í hug. Ég meina svona bónusspurningu fyrir þig. Já. Hvað er að þínum að þetta besta gælunafn allar tíma? Gælunafn? Smjörfinnur. Ég er svo hrikalega ánægður með þetta hjá þér maður, þetta er geggjað svar. Annars ertu með einhver svona shoutouts eða skilaboð til fólksins heima eða eitthvað svoleiðis? Nei, bara shoutout á Grjónsblæsir-klanið. Nice, Grjónsblæsir-klanið, við fílum það líka, við shoutoutum á þau sömuleiðis við kastirarnir. Annars takk fyrir okkur í dag og frábærlega spilað og ég skila kveðja á restina í liðinu. Já, takk fyrir mig. Flott mál. Heyrðu, síðan næst hjá okkur erum við að fara að fá sem sagt Brúnar úr Hrútum Akademíu. Ég er ekkert eðlilega til að fá að heyra í honum og hvað hann segir. Blessaður og sætvinur, hvað segir þið? Bara alltaf fínast. Eða það ekki, heyrðu, frábærlega að spila þetta. Takk hérlega. Þið farið með 3-1 sigur á Hólmi. Þú og Baptiste var svakalegur. Ég er hrikalega ánægður með að sjá þetta sem fellow supportspilari. Þú kannski skilari til Shocked Ovi, hvað ég er hrikalega stoltur á honum líka. Það eru allir, sko. Maður er alltaf svakalegur, sko. Hann er rosalegur, sko. Hvernig fannst þér annars framistæðin ykkar í dag? Bara ótrúlega, sko. Bara Gods, bara hann var að poppa, sko. Já, sá var popping á, sko. Hann var rosalegur. Var eitthvað svona sem stóð upp úr annað en Gods, kannski? Þú veist, svo tókst eftir eitthvað play, einhver leikmaður. Sarja var að fá, hún fekk ultið sitt hverja 10 sekundur, sko. Bara hvert einasta fight og bara, mætti halda að vera 2 graf. Nákvæmlega, ég viss töluðum um það. Við höldum hann hafi tekið, 40 sekundur að charga þetta graf? Já. Svakalegt, sko. Ef þú þurftir að velja MVP í hinu liðinu? Sarja, já, XX Master, fær MVP-in frá ykkur, ég er ánægður með það. Sama bónusspurning til þín, besta gælunafn allar tíma? Einhver skoðun á því? Ég verður að Smjörfinnur var eitthvað. Smjörfinnur var gott? Það var ógeðslega gott. Já, ég er líka svo rosalega ánægður með hann að hafa valið Smjörfinnur. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt líka, sko. Þú veist, það er bara svona... Ég þurfa alltaf að koma með eitthvað sjálfur eftir að hann kemur þetta, sko. Þetta er of gott. Elegant gælunafn, sko. Ég er ánægður með það. Annars ertu með eitthvað svona shoutout sem þú vilt skilja til fólksins heima, eitthvað sem þú vilt takka fyrir þig eða eitthvað svoleiðis? Ég er bara, hvað liðið búin að standa sig vel. Bara rosalegt hvað við erum búin að komast langt. Bara frá fyrstu leikjunum, gátum ekki neitt saman og núna bara náðu að spila alveg saman. Ég man alltaf eftir því að ég lýsti þið mitt hjá okkur einum leik þarna til þess að byrja með. Byrjuði svolítið brösulega og mér fannst ég taka svolítið eftir því að þrátt fyrir getu leikmannanna var til staðar, það vantaði svona svolítið upp á að þið væru lið. Við vorum svona svolítið óvanir því kannski að spila í scrims og í mótsleikjum og eitthvað svona. En mér finnst þið hafa bætt ykkur svakalega. Sérstaklega á þessi team comp russi sem þið elskið að runna. Það hentar ykkur greinilega mjög vel. Taktu það frá leikmanni í liði sem elskar russ líka. Takk hérlega. Þið eru að spila þetta mjög vel og ég bara býst við að þið standið ykkur betur á næsta tímabili. Það er planið. Ekki? Jú. Hörru, annars bara takk hérlega fyrir komuna og frábærlega spilað. 3-1 sigur. Þið eru sáttir með það. Skilaðu kveðið til allra hinna í liðinu. Annars bara takk fyrir okkur. Já, takk hérlega fyrir mig. Yes, Heyrðu, allavega bara er fyrstu viðureign kvöldsins lokið, gott fólk, 3-1 sigur Hrútar Academy. Við erum ánægðir með þetta, hvernig þetta fór. Við erum ánægðir með Gods, við erum ánægðir með Shocked Ovi, með Master og með Kusk, svona sem að stóðu mest upp úr. Annars spiluðu allir leikmenn frábærlega. Eitthvað svona sem þú vilt bæta við þennan leik eða eitthvað svoleiðis? Ég bara veit ekki, þetta var ógeðslega skemmtilegt. Já, nákvæmlega, ég skemmti mig líka konunglega að horfa á þetta.
Ég er líka bara ánægður með að geta fengið menn í viðtöl og svona og fá þannig væntanlega líka í kvöld og svoleiðis. Geggjað, sko. Fá aðeins að heyra í leikmönnunum hvernig þeim fannst þetta sjálfum og svoleiðis af því að það skiptir náttúrulega miklu máli. Algjörlega. Þeir vita náttúrulega meira en við og þið heima og þeir út í heimi. Þeir vita þetta allt mest og hvað var að gerast. Akkurat. En já. Annars ætlum við bara að negla okkur í smá pásu Næsti leikur hjá okkur er Böðlar á móti Atgerum, hvorki meira en ég minna gott fólk. Stærsti leikur tímabilsins að mínu mati allavega. Veit ekki með þið, veit ekki með ykkur heima. Ég er búinn að vera langt spenntastur fyrir þessum leik af því að Böðlar þurfa hefnd úr helgamótinu. Já. En Atgerar vilja sína, þú veist, við erum nýja liðið on the block, sko. Þetta er leikurinn, sko. Þessi leikur skiptir máli, þú veist, hver fær fyrsta sæti í deildinni. Þetta finnst mér smá svona uppbytun fyrir mögulegan úrslitaleik. Algjörlega. Ég er allavega mjög spenntur fyrir þessu, þú ert rosalega spenntur fyrir þessu, ég vona að þið séu mjög spenntur fyrir þessu heima fyrir. Bæði lið verða akkurat hérna inn í Arena líka, heimavöll rafíþrótta á Íslandi. Þökkum kærlega fyrir okkar eftir fyrsta leik og sjáum ykkur aftur klukkan 8. Takk fyrir okkur.